Þessi þáttur í boði Pop-Smell frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma næst þegar þú horfa á góða mynd, kaupa Pop-Smell og Doritos. Sko, við vorum að tala í fyrsta lagi, hvað ofbeldis mikið af Dótaborinu, sem samt bara gott. Það með Doritos og Pop-Smellin? Já, nú á ég tala með það. Ég fíla bæði, en mér finnst þetta hana Pop-Smell stótt vera, þetta ofbeldi, þetta svo gott, skilur, þetta bara, maður getur ekki hægt og maður einhvern veginn svona hatar sjálfa sig, maður búið með heilan svona boka og maður alveg, auðvitað, hvernig náðu þeir að poppa svona perfect pop inn í? Ég skil það ekki. Hefur einhvern tímann að poppa svona, Aldrei. Maður setur popp í skál og fyrstulega brennir alltaf smá brennt eða þá að poppið verður svona olíublautt að þú vorst ekki að hrista bara endalaust. En hversu oft ert þú að poppa bara frá grunni? Alveg frekar oft, sko. Eða svona, kannski einu sinni í mánuði eitthvað. Það ekki alveg frekar oft? Ég meðist það oft. Ertu það með eitthvað sérstaklega poppskál? Nei, ég seti bara einhvern pott og smjör í botnin og síðan, þú veist, alltaf mikið að salti og síðan ég borði þetta og þú veist, þetta er svona dóð sem festist mikið, maður á bara að kaupa pop, bara tilbúið pop. Já, eða Pop-Smell. Eða Pop-Smell. Það er tilbúið pop, alveg 100%, það er meira svo búið, þú veist, eitthvað svona, bara efnabreytaði, skilur, setja eitthvað svona húðaða. Setja hamingi í það. En ég, að því ég sko nota ekki örbylgjófn. Bara yfir höfuð? Já. Okkur ekki, er þetta eitthvað svona umhverfisdæmi eitthvað? Nei, ég bara beit í mig einhvern tímann að örbylgjófnar fokki mér upp, skilur? Hvernig þá? Að því pabbi átti eitthvað svona gamlan örbylgjófn sem ég er nokkuð vissum að hafi smitað. Ef einhver stóð fyrir framan hann og horfði inn í hann, ég held mjög gleymin. Ég held að því við gerum svo mörg lasagna í þessum örbylgjófni og ég horfði inn, skilur, og þetta bara svona, ég held að þetta hafi svona aðeins. Er þetta að tala starra inn í ofnin? Það er í gangi? Já, ég er nokkuð vissum að, þú veist, að ég bara pælir í örbylgjófn, skilur, og einhverjum gömlum sem byrjar að bara örleka, skilur, örbylgjuleka og þú stendur of nálægt honum, það er ekki séns að þetta haldist bara inn í þessum hálfa meter sem örbylgjófnin er, skilur, örbylgjófnin pottir svona aðeins eitthvað svona. En það er ekki kjarnorku í þessu eða neitt? Ég veit ekki hvað þetta er og ég beiti þetta í mig og bara meik ekki að ég gaf örbylgjófnin minn á einhverju tímapunkti og ég seldi hann ekki sem ég gaf hann bara. En þú ert að endur þetta mat eða eitthvað, hvað gerðu það? Ég bara panna eða ofnin eða mér finnst líka bara hefur þú prófað að setja samloku í örbylgjófnin? Já, það er gott stöf. Nei, það er ekki gott stöf. Ég er nefnilega stundum í stöðu fyrir þannig. Í bara, þú veist, bara brauð, ostur, skinka, brauð, inn í örbylgjófnin og síðan færðu harða samloku neðst og blautt á ofan. Þetta er gott stöf. Þú hefur bara verið með bílan örbylgjófn. Já, þetta er í mörg. Það hljóma þannig. Já, þetta er svona staðrið, þegar þú setur eitthvað inn í hann. Síðan líka fríka mig bara út eða setur eitthvað inn í eitthvað og það springur, skilur. Ég var aldrei endið að samloka á sprungi. Nei, ég setti inn svona penna inn í örbylgjófn. Þú átti ekki að gera það. Þú veist að örbylgjófnar er ekki fyrir það. Nei, ég veit það. En já, kannski springaði líka bara í vennilegum ofni, örugglega eitthvað hítar blek eða eitthvað, þá svona eitthvað. Já, eitthvað svona efna, eitthvað skipting eða eitthvað. En hvað er snakk? Þú varst að segja, það er eitthvað snakk sem þú getur borðað. Án þess að... Ertu búin að segja hvað það er það? Nei, segjum að ég sé til þess að... Ég er að hugsa það as we go. Að því ég fór að hugsa að... Ég sé að þú veist ekki með sour cream and onion, bragð. Nei, ég held að Doritos ekki með það. Nei, það er líka að því það er viðbjóður. Mér finnst það þetta gott. Mér finnst bara, þú veist, af hverju myndirðu vilja gera laukbragð og... Þú veist...
sýrður rjómi og laukbragð, þetta hljómar allavega hræðilega og ég var að segja að ég var með svona, ég vil ekki segja hvað tegund það var, eitthvað viðbjóðslu tegund ekki að tala um eitthvað annað snakk nei, og ég var að borða, en það var viðbjóð sko, ég vildi óska að ég hef verið með Doritos Já, þetta góð lýsing og ég tók það upp og ég þurfti að velja langar með að spila Call of Duty og vera með tvestringuna eða borða snakk, það er ekki hægt að gera bæði það er ekki hægt nema í einstaka tilfellum og ég taka dæmi kom dæmi djúpur, venjulega djúpur já, það gengur krítar já, hlaup það gengur, en þetta er allt nammi samt já hvaða snakk getur þú borðað? Ég get ekki talað um það þegar þá erum við farnir út fyrir spónsuðum Já, þú meinar þetta er eitthvað, þú vilt ekki nafngræna snakki? Nei, ég vil ekki nafngræna, sko. Jú, þú getur ekki að borða þetta hérna. Þetta græna. Það er potið að borða það. Guacamole? Já. Sko, ég er búinn að borða eitt svona póka. Já. Gekkja gott. Já. En nei, ég held ekki. Ég var alveg með svona krydd og svona á puttanum, sko. Ég veit um þess að appelsínugulli alveg, það er no-go, sko. En þetta er bara athöfn, skilur, maður verður bara, þú þarf bara að setja eitthvað í gang sem er að fara að vera. Og þú ert aldrei að horfa á bíómyndir og þær eru aldrei Akkur heldur þessu opin bóki hérna þetta eru leifar eftir mig frá því gær því ég var að horfa á eina mynd og tókst þetta með þér hingað ég var með svona póka af Doritos snakki og ég hugsaði með, herði, ég tek með mig bara þannig ég get ekki hendi svo nei, það var í vitleysa sko. Það var bara rugl, hann myndi ég aldrei gera Já, fair enough Þannig að við ætlum svona að tala um bíómyndir þetta Já, ég til ég bara, og horfði, veistu hvað, ég átti svo ógeðslega fyndið moment í kér. Ég er í miklum erfiðleikum oft með að halda mér vakandi fyrir frá maður sjónvarpið. Ertu að sofna yfir því? Alveg í, sko, og í... Það er bannað. Sko, það er svo geðveikt næs að eftir að Netflix kemur og svona streymisveitur, það er búið að bjarga mér. Það er svo mikið búið að bjarga mér að sjá bara með svona rauðu striki hvar ég var. En þú sopnar út frá þessu, þá heldur þátturinn bara áfram. Já, en ég get alltaf svona, þú veist, ég man alltaf sirka bát hvar ég er að sopna, sko. En það sem ég er að segja er, veist, fyrsta lagi var ég ofta, ég var kannski að horfa á, hvað get ég tekið sem dæmi? Segjum bara að ég var að horfa á Seinfeld, sem tók ég pásu og sem til ég fór að horfa á Seinfeld aftur. Þá man ég ekkert hvar ég var. Ekki það að Seinfeld sé með eitthvað sögu þá sem þú þurfir að fylgja það. Nei, ég skilji. En núna get ég farið bara, þú veist, bæði að nota, þú veist, Netflix og Plex og þú veist, eitthvað marathon og svona dót, skilur. Og þá er ég stendur alltaf, þú ert búin að horfa á þannig þátt. Þú þarft ekki að horfa á hann aftur. Þú þarft hjálp. Já. Þú þarft hjálp frá streymisveitunum og þú ert ánægð með hana. Ég er ánægð með hana. Og síðan er það hérna, sko, það fer eftir hvort ég ligg í sófanum eða siti. Hvort ég sé að fara í sleep mode. Ef ég leggst í sófan og hérna, ég var að flytja, sko, þannig að íbúðin minn, sófinn snýr núna þannig að ég er alltaf í tungu. Þú veist, ég ligg í raun og veru bara í honum. Veistu hvað ég tala um? Já, ég fatt það. Okay. Það er því ég horfi í aðra átt, þannig að sófinn er í raun og veru lengri tunga heldur en tungan. Hún ég ligg alltaf og hérna, það sem ég ætla að segja er, ég leggst niður, fór að horfa á Kontakt í gerð. Já. Og síðan fatta ég eftir smástund, þá er ég komin í það svona, fuck, og Jóvana, kona mín, segir, viltu ekki bara fara inn? Og ég segir, nei, ég þarf að horfa á hana. Af því Hafsteinn sagði mér að horfa á hana. Já, af því við ætlum að horfa á hana og hún er eitthvað, akkur vaknar ég bara í fyrramáli? Og þá fór ég í svona keppni sjálf á mig, sem var bara, ég verð að vaka. Þannig ég settist á gólfið, alveg geðvitt óþægilega, skilur, með eitthvað óþægilegan kotta, horfið á myndina og hún var alltaf að hlæja, því ég var bókstaflega svona. Þú veist, ég var mega basli með að horfa á hana, sko. Þetta hljómar svona pínu eins og að því krakkar horfa á sjónvarp á gólfinu. Já. Að þú var svona, ég þarf bara að setjast á gólfið til þess að horfa á þessum mynd. Ég sofna svo ofta, þetta er svo vandrarallt, því ég sko gerir grína mömmu í mörg ár. Því mamma er bara, ef þú myndir vilja svæfa mömmu núna, þá myndir þú bara senda henni link á IMDb, skilur, hún bara hún sé trailer, þá sofnaði hún, sko. Og ég hef búin að vera að gera grína henni endalist, því það er bara, ég hef byrjað á 1000 myndum með mömmu, en aldrei hort á mynd. Fer ekki til töðunar þér? Jú, fór það í töðunar á mér. Veistu hvað er leiðilegt að þetta gerir? Og ég gera grína henni ógæslega lengi, og síðan einn daginn þá byrja ég að sofna,
Það og ég er mjög bastli með þetta sko, því mig langar að vera nátthrafn og ég það svona í grunninn sko, en síðan á maður alltaf 3 börn og þetta búið að breytast aðeins, þessi lifestyle sko. En hvað langar að nátthrafn? Akkur? Ég veit ekki, mér finnst bara eitthvað næs bara vitandi að það minna manneskjum á ferli. Já, eitthvað. Það ákveðin ró á nóttunni. Ég elska nefnilega. Geðveik ró, þú veist, það bara svona, já, 100%, það bara, þú veist, það ekki, ég dýrka bæði, skilur ég, eitthvað hat ekki daginn og hat ekki fólk, en það þú veist, það verður eitthvað cozy mood og, þú veist, ég til dæmis myndi aldrei nenni að horfa á einhverja, ég myndi ekki nenni að horfa á mynd í sól á daginn heima inn í stofu, skilur, og ég úrslega bjart og martröð. Það er martröð og þú sérð svona endurspeglun á einhverju fólki að labba fram í bíófyrstæði, sko. Já, bíófyrstæði. Eitthvað þannig dæmi og ég ekki með mögulegan á að pitch blacka, þú veist, gera pitch black. Það ekki með svona myrkuna gardínu eða eitthvað, stóð? Nei, ég í fluttur, þannig ég ennþá... En það mín versta martröð. Að vera með myrkra? Nei. Hitt. Ljómaði skringilega. Nei, vera að horfa á bíómynd. Það bara júli, geðið bara bjart, sól allan daginn. Mér finnst það hræðilegt. Ég þarf að græða það fyrir sumarið, sko. Þetta er ekki mál á veturna, skil, þá bara... Þetta er eina sem ég hata við að búa á Íslandi, það að það er bara alltaf nótt eða alltaf dagur. Nema, einhverjum einum degi, eða eitthvað. Af þessu 365. Já, þetta er bara, þetta er svo, mér finnst meira næs þegar, mér finnst meira næs þegar það er bara alltaf dimmt. Ekki ég sammála. Af því það, mér finnst það bara meira kósi, en síðan finnst mér líka alveg næst að fara út á bólnum, skilur, þegar maður fær ekki allt, einhvern veginn. Nei, en það er samt, ég finn það hjá sjálfum mér, eða eins og við það er alltaf dimmt, þetta getur alveg farið smá í skapa á manni. Maður verður þyngri. Getur, það er bara, þú veist, menn verða bara alveglega suicidal, sko, bara í allar áttir, sko. Já, þetta er svona þungt á manni, en ég fíla heldur ekki, eins og þú segir, það er bara sól allan daginn. Já, þegar allir fara í maníu. Það er bókstaflega það. Þetta er svo hái pólar. Þetta er bara, þegar að líka minn, þegar ég er að lesa Why We Sleep. Geggjubók. Já, og í fyrsta kaflanum, þegar hann kemur inn á ég man ekki hvenær þessi tilraun hann gerði, það eru 2 gaurar sem fara inn í helli, 1 30 og 1 50 eitthvað. Og blokka út alveg sólarljós og þá fer sólarhringurinn þeirra að breytast. Og yngri gaurinn hvernig var það, dagurinn hjá yngri gaurnum er styttri heldur en dagurinn hinum. Og svona, þú veist, þeir fara á sikkvort tímaskeiðið því að þeir fara bara, líkaminn fyrir bara að kalla svefn, þetta er ekki, þú veist, sólin kemur og þú vaknar, blá blá. Já, þetta er ekki svo eðlileg rytmi. Nei, þannig að við erum að upplifa, auðvitað erum við búin að venjast í, skilur, á einhverju leyti, að eftir einhver x mörg ár af því að vera bara með dimmur og bara með byrtuna, skilur, en þetta er, maður tekur alveg eftir þessu, skilur, maður verður alveg super glaður og energetic, skilur, á sömurinn og síðan kemur veturinn og þá kemur út besta tónlistin. Vistu það? Já, það gerist alltaf eitthvað, það er sko artistar sem að upplifa aldrei myrkar hliðar nenni ekki að hlusta á, sko. Já, ég skilði. Þeir stónta kannski karakter í það? Já, oft á tíðum, sko. Ég vil helst að ég vil náttúrulega, já, ég vil helst að artistin hafi gengið í gegnum eitthvað hræðilegt, sko. Það skila sér oft í svo góðum, fallegum textum og Ertu að tala verðar að hafa verið í neyslu eða eitthvað svona? Nei, ég segi það nú ekki, sko, en ég held að verður, þú veist, einhver gaur sem er bara alltaf bara, já, lífið er bara frábært, veist, bara alltaf, skilur? Hann er feika. Já, en það eru sumir sem eru samt glaðari en aðrir. Það er bara fakt, sko. Að sem hafi ekki upplifað jafn mikið myrkur, sko. Ertu að tala svona áföll og vanlíðan og eitthvað? Já, ég ekki vonað neinum að lenda í áfalli. En það lenda allir í áföllum.
Já, það lenda, og fólk lenda sem mismikið á fullum. Reyndar. Það er bara, þú veist, ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfnin, skilur, en sem eru glæðir og sem eru þungir. Já, ég held ég veit alveg hver er að tala En það er sko, þetta er eins og, já, stundum ef maður hlusta okkur artista og maður er alveg, vá, djöfull er hann djöfull er hann góður, en djöfull er gott ef hann myndi taka eitt neyslutímabil og ná sér úr því og sem við blöðum hvað það er því. Það er svona dark platan hans. Já, þannig að þú þurfum ekki að tala að listamennin þurfa að vera í neyslu eða eitthvað svo leiðis. Nei, það kemur eiginlega vanlega aldrei neitt gott út úr því á meðan þeir eru í neyslu. En er það ekki? Hefur ekki oft talað að Ég held að sé meira, þú veist, inn á milli momentin sem að skili, þú veist, Já, þú veist, ég held að sé svona inn á milli momentin, eins og ég veit ekki, ég hef oft samið eitthvað svona jam og dót, en aldrei meðan ég er að jamma. Já, ég skilji. Þú veist, ég sem það alltaf eftir á. Já, ég skilji. Þegar ég er þunnur, eða þegar ég er glaður, eða þegar ég var ekobústaður eftir gigga eða eitthvað, en ég svona sjaldan, ég fer ekki að teka eitthvað svona komin á 12 bjór og finnir í stúdíu og er bara eitthvað, að gera eitthvað snilt, þá sér maður bara ekkit út augun, skilur. En þá ætla ég að bera þetta undir, eitt félag minn sagði eins og mig, þetta var svona meiri í gríni, en hann sagði þetta, hann sagði að ég hef aldrei drukkið, ég hef aldrei reykt, ég hef aldrei dópað. Ok. Og hann sagði, ég get ekki treyst manni sem aldrei gert nýtt að þess. Ok. Ertu sammála? Nei, ég veit samt hvað hann er að meina. Getur ekki treyst mér? Jó, sko, þetta er Vá, þetta er, ég þarf meiri tíma til að hugsa þetta svar. Auðvitað er bara frábært að fólk labbi ekki í gegnum þetta. En það er óeðlilegra, ekki óeðlilega, heldur það svona, þú ert frávik. Það er mun sjaldgæfara. Það er sjaldgæfara að fólk fari í gegnum lífið án þess að drekka, án þess að dópa, eða þú veist, eða prófa að reykja eða whatever, en ég tek ofan fyrir öllum sem að ná að gera það. Ég til dæmis þurfti bara að taka þetta út, sko. Ég held að ef ég hef ekki gert það sem úlingur, það hef bara gert það setna, skilur. Ég held að sé einhvers konar púki inn í mér sem að bara þurfti bara að næra til að róa. Já, þú vilt meina það að þú kannski bara ekki komist í gegnum lífið á þess að prófa dektjá? Já, ég held að birtingamyndin hafi ég held að alltaf þegar fólk er komið í einhverja neyslu að þá sé birtinga það er ekki áfengið eða eiturlyfin sem eru vandamálið, það er eitthvað miklu dýpara dæmi og fólk fer kannski í eitthvað annað, kannski er bíómyndir þín deyfing eða allan að tími minn fór í það. Ég er að segja, þú veist, fólk finnur sér alls konar deyfing. Já, þau er að deyfa sér hlutu til, skilur maður notar allt bara að vera í líkama er þjáning og allt sem við gerum er deyfing. Þú veist, að vera til er þjáning. Það er það, skilur, að einhver leiti. Það er enda rétt. En nei, vá maður, ég er ekkert eitthvað, er ekki prófa kókaín? Þá treysti ég ekki, ég treysti miklu minna manninum sem er á kókaín, heldur þú hvernig sem það ekki, sko. Ok, hann var eitthvað ekki að meina það að ég þurfti að prófa kókaín, heldur bara eitthvað, reykja gras, reykja sígarettu, fá með bjór. Já, hvað var aldrei eitthvað sem tímapunktur að segja, þú varst eitthvað, ég langar að prófa með bjór. Aldrei. Bara, það var ekki, hvað var það sem að Sko fyrst, ég hef aldrei kynnt áfengi. Ég hef sett það upp í mig, en ég hef aldrei kynnt. Ég maður þegar ég smakkaði fyrst skiptið. Þetta var í partí því ég var örugglega 14 ára. Já. Og ég Landið það? Nei, ég held þetta að vera vodka eða eitthvað. Já. Ég maður ekki alveg. Ég setti það upp í mig og ég var bara ógeðslega vont og ég skipti í vaskinn. Og bara eftir það hef ég í rauninni ekki, ég kannski smakka. Það er ógeðslega bragð af áfengi þegar maður er að byrja að drekka síðan. En síðan er það sko, ég held það er svona, það sælu tilfinningin sko þegar það er komið í mann, en síðan held ég að sem að gerist, síðan það sem gerist er að maður verður svo socially háður
efnum eins og í okkar samfélagi áfengi svo ótrúlega normaliserað og ég set ekkert út á áfengi per se skilur ég drakk og djamaði lengi og allavega í hættur eða í pásu eða whatever allavega, er ekki in my way núna og ég held að við áttum okkur ekki á því hversu ógeðslega fucked up drug áfengi og mér finnst það ótrúlega skrítið hvað við lítum niður á aðra vímugjafa fáránlegt og hvort sem að sé cannabis, MDMA kókain whatever, skilurðu mér finnst það ótrúlega skrítið að horfa á allt þetta og segja þetta er ógeðslegt og þessir eru dópistar að því síðan, tökum sem dæmi þú er kannski með gaur sem er búin að fá sér smá, hann er búin að taka MDMA, skilur en hann er ekki out of it, en hann er samt að fá sér, skilur og er í vímu hljómar svo lögregla í vímu og og sér þetta með blindfullan gaur sem er bara að gubba á sig og fólki finnst að það eðlilegra en gaurinn sem er að taka MDMA og eitthvað dilla sér við fucking tónlist sem er steikt mér finnst það gjörsamlega bilað ég vil löglega þetta allt sko ég er það líka 100%. Já, þú ert það líka já, mér finnst það ég ekki vera bönn á neinum efnum mér finnst bara að vera betri forvarnarfræðsla, betri þekking á því meiri möguleiki að sjá hvaðan efni koma, meiri efnagreining á efnum, minni fordómar sammála og meiri kennsla á það, þú veist hvað getur tekið mikið af eiturlyfjum þangað til að fara að stoppa þér hjarta, skilurðu af því að ég held að það sé það sem að skaðaminnkun sko í fyrsta lagi að hætta að gera fólk að glæpamönnum sammála því að gera fólk að glæpamönnum af því mér finnst það alveg jafn normalt að ef við ætlum að gera gauðurinn sem er ekki Jónu þú veist, að gera hann að einhverjum dópist á glæpamanni, þá finnst mér að gera líka við þá sem er að drekka áfengi eða bara þá sem að borða ógeðslega mikið og deyfa sig þannig, skilur hvort er þessi skaðleira? Ég minnst þetta bara, við gætum ekki heilan þáttum þetta en við erum í fucking bíó þetta ok, bara stutt hvort er þessi skaðleira fyrir bara okkar samfélag áfengi eða gras áfengi já, þú veist, þetta er ekki svona í keppni á 100% áfengi, þetta er bara hræðslu áróður það notar enginn fucking það er ekkert að nota áfengi í læknisfræðilegum tilgangi skilur, er það? Ég er smá að hugsa kannski að þú færir 1 rauðvinsglas á dag þá eitthvað er ekki stundum eitthvað svoleiðis? Alls konar eitthvað svona en þú veist, síðan er ég líka þú veist, áfengi gerði fucking mikið fyrir mig líka socially og skemmtanagildi og hugmyndir og alls konar dót Ertu þannig að þú hefur kynst fólki gegnum það eða eitthvað svoleiðis? Hvernig mennur socially? Bara gaman, skilur, það er gaman að drekka og dópa þú veist, ég held að það minnst oft vera svona röng leið í umræðinni þegar fólk er að tala um þetta og sérstaklega fólk sem er hætt kannski að nota eitthvað og alveg, já þetta var bara slæmt og auðvitað límið, nei, maður gerði þetta á einhverjum tímapunkti að því að þetta var ógeðslega gaman en þú hættir í að því að það fóru böndun En er ekki allt gott í hófi? Flest Já, kannski já, þú veist, já, ég veit að já, ég ætla ekki að fara eitthvað nei, ég ætla ekki að taka okkur svona tóti en ég er 100% ég er pró-löglegging kannabisefna og sérstaklega horfandi í CBD núna og svona byrjum á CBD og löglegum það til inntöku náttúrulega núna ég er á Birtu CBD Ég ætla að spyrja þess út í það Er þetta ekki eitthvað svona getur ekki keypt eitthvað þetta er svona svo svillaldreiðir eða eitthvað svona getur nutt á eitthvað svona auma eitthvað vöðva við erum með vöðvagel við erum með andlitskrem og við erum með húðolíu Hvað er það? Húðolíu Þú veist, okkur setur mig ekki hún er ekki til inntöku En þetta er samt væntanlega fyrst út að selja þetta er væntanlega löglegt á Íslandi Ég sem húðolía og þetta er húðolía og Ok, en ég er eitthvað svona ef ég til dæmis daginn var ég drifist í bakinu ég fór eitthvað hans í bakinu og væri gott fyrir mig að því mér langar svolítið að prófa þetta
því ég sé þetta á Instagram hjá þér, þú ert að auglýsa eitthvað. Já. Væri gott að nutta svona á auma bletti. Já, þetta, gelið er algjör snilt fyrir svona staðbundnaverki, skilur með verki í mjóbakinu, með harspörur í öxlunum, með whatever. Þú berði þetta á þig og bæði hefur þetta verkastillandi áhrif og minnka bólgur. Olían til inntöku er bara svona all over gott fyrir líkamann til þess að minnka bólgur og það hefur alls konar áhrif á kvíða, þunglindi, þú sefur betur, meiri orka, það er bara alls konar dót beneficial frá því að taka CBD-olíu og ég er ekki efnafræðingur, ég get ekki farið nákvæmlega, ég get farið að reyna að endurtaka eitthvað sem ég las, það er strákur með mér í þessu sem er hann Dr. Ingólfur, hann getur farið í eitthvað, þetta hefur áhrif á B1 og B2 Er alveg doktor? Já, doktor í líftækni hann er örugglega klárar við allavega. Hann er mjög klár, hann getur farið með þér í efnagreininguna og allavega. Mér er alveg saman það, bara virkar þetta. En ég ætla að byrja að taka CBD langt áður en ég fór að selja CBD og mér finnst þetta að virka og þetta gerir helling fyrir mig. Ég er síðan svo lélegt dæmi það er svo lítið að mér til að geta sýnt þér nákvæmlega hvaða áhrif þetta getur haft á alls konar kvilla. Já, ég skilji. En ég get ekki dæmið, mér var óglatt daginn, ég tók nokkra CBD-drópa og hætti að vera óglatt stutt seinna. Fólk er að skipta þessu út fyrir alls konar verkjalyf. Þetta er samt sem áður, þetta er ekki lækning á neinu, ég mæli með að fólk skoða þetta bara. Og ef þetta hefur jákvæð áhrif á þig, haldi áfram, skilurðu, og bara skoða magnið, af hverju ert að taka þetta. Ég mæli líka alltaf bara með að ef fólk er eitthvað, maður gegn verk í bakinu, fara líka bara í kaldapottinn og fara í ræktina og styrtuði og allan pakkan. Ég er ekki að reyna að selja eitthvað, nei, þú tekur bara CBD og það er fucking snull, bro. Af því það væri bara að lesa. Þú ert ekki svona skotturlæknir? Nei, ég hef í alveg talað trú á þessu og ef þetta eru placebo áhrif þá eru þau helviti góð, En líka, með placebo, ef það virkar sem fyrir þig 100%. Skiptir það okkur máli? Nei, skiptir engum máli. Ef ég er drefist í bakinu, svo prófaði þetta gel hana og ég bara, mér líður bara betur. Við höfum fengið líka, eins og við erum að selja svona andlitskrem án þess að þetta fari eitthvað of mikið í að vera bara CBD-auglýsing. Við erum andlitskrem sem að við seldum bara sem rakakrem og það var bara planið að selja fólki rakakrem. En við erum búin að fá skilaboð frá 2 manneskjum sem voru með psoriasis í andliti sem bara losnuðu við bletti. Nei. Á meðan á notkuninni var og það er með þess að myndir að inn á Instagramin okkar, það sem að Pía sendi okkur, hún sendi okkur skilaboð og bara, hei, takk fyrir þetta, til lög, og við spurum ok, megum við birta þetta? Og hún sagði já. Við vorum ekki að búa til auglýsingu, við vorum ekki að biðja neitt og planið var ekki að fara að reyna minga psoriasis bletti, skilur í andlita fólki. Nei, en skemmtilega auka verkun ef þetta virkar það vel á það. Já, bara algjör snilt og bara, maður er bara að safna reynslusögum. Þetta er eins og þegar fólk er að biðja mig að hei, get ég fengið þarna kremi í spons? Ég skal posta í story, ég segi nei, ég skal ekki láta það að fá krem, ekki posta fyrir nú búin að testa og byrjar að fíla. Og ef þú fílar ekki, þá vil ég freka fá bara, herri, þetta ger ekki neitt fyrir mig. Af því ég vil ekki selja legasögu, skilur þú? Já, ég skilji. Og þetta virkar ekki fyrir alla. Það er líka, alveg svo með alls konar hluti, skilur þú? Það er bara, fyrir suma er þetta alveg gjörsamlega briljant og fyrir suma ekki, skilur þú? Eins og allir hlutir eru maður. Ég þarf að prófa það. Já, við græðum það. Já, mér líst vel á þetta. Hæru, takk fyrir komuna. Það gerði spjall CBD. Komst bara þess að auglýsa CBD. Já, CBD sér í farin. En við ætlum að tala í dag. Svona sci-fi myndir. Og við horfðum á í sikkur lagi reyndar, ég var ekki heima hér. Við horfðum á 2 myndir. Já. Og svo gerði ég smá svona nörda spurningalista. Náður að svara þeim? Ég náður að svara þeim. Okay. Og ég skrifaði líka fullt af myndum sem að sci-fi myndum sem ég fíla. Ok. Viltu byrja á því kannski? Ég tók bara máli, ég googlaði bara sci-fi og sem fór ég og fann myndir sem ég horfði á og myndir sem ég fíla. Og ég held að með við spurningarna sem ég fekk frá þér, ég er miklu minna sci-fi nörd en heldur, að þú veist, ég er í raun og veru bara ég veit ekki eins og hvað ég er að gera þetta.
En samt þessar spurningar sem ég haf með, ég reyndi að hafa eins og Ég gatt svarað já, það þekki allir Star Wars, Já. það þekki allir Back to the Future Já. og Avatar. Já, þú veist, þegar við förum inn á það eftir þá áttu eftir að hlæja mér, sko. Ok. Það er svona nokkur hlutir hann sem að ég bara, þú ætti eftir að vera mjög reiður yfir. Ég er svo spennt yfir því, en við skulum enda á því. Já, til. Endum þáttum á svona high note Já, með ykkur kjaftaði spurningu sem ég samdi. já. En byrjum á þess að kontakt Mhm. með Jodie Foster. Já, sem ég horfði á. Ég náði að horfa á hana. Ég Þú- baði veis, þú veist, til í sopna og spólaði hans tilbaka og síðan kláraði myndina. Ok, og því hún er svolítið löng, hún er alveg 2,5 tími. Já, hún er 2,5 tími. Það er ekkert skrítið. Ógeðslega fyndið að ég var með fast í haustum að hún var 1,5. Ég veit ekki út af hverju. Það er af því að hin myndin er 1,5. Hinn er nærði. Já, hún er 1,40. Já. En ok, kontakt, bara hvernig fannst þessi mynd? Bara yfir höfuð. Sko, mér fannst hún bæði frábær. Ok. Mér skemmtilegt hvað hún komir á óvart að því ég horfði ekki trailer, vissi ekkert hvað hún var mér svona gaf mér á að þetta væri mynd geimverur Fyrst það myndi kontakt og það er myndir að eitthvað svona gerfisnætt að diskum eitthvað út í heim og það sem að sko í fyrsta lagi er ógeðslega gaman við þessa mynd er að þú ert að fá svona 90s tækni, alveg bara svona veistu hvað ég er að tala, þessi típisku nördar á skrifstofu túbusjónvörp og bara eitthvað svona bullshit, það er svo gaman að horfa á þetta núna af því að þetta er svo mikið bara, maður er alveg, þessar tölvur ráða ekkert við það sem þið er að gera, skilur og svo stóri skjáir og svona uppbyggingin á karakterinu var ógeðslega fyndin að svona, þú veist fyrst fær hún svona rosalega hafnanir og síðan fær hún pening frá einhverjum gaur sem að enginn veit hver er og síðan eru þið mætt hana 3 nördar, hún og 2 gaurar sem er alveg svona simp gaurar og annar þeirra er kynntur inn með ógeðslega lélegum brandara það sem að segja, ég man ekki, hann segir ömulegan brandara og þá er þetta svona, þetta er nördi með lélegan húmor það var ekki blindikuri og síðan er blindingurinn líka sem að ég fatta ekki að vera blindur fyrir mig endan á myndinni þegar ég sá hann með staf ég fæði verið bara ég hef ekki tjókað það sést alveg vel að hann sé blind ég fatta, ég alveg tala ég man sko hvort að bara þegar hún var að fara í skimskullina fatta ég að hún var blindur sko. Já þegar það er korstur eftir að myndinni en sko það sem að mér finnst amazing með þessa mynd er að hún maður fattar ekkert alveg hvert þetta er að fara þú veist, það eru gerðinadiskar síðan fóðu þarna allt í einu mynd af Adolf Hitler úr geimnum og ég var bara, ok, er þetta að fara að vera svona space nazi mynd nefnilega ekki nei, en þetta er svona já, maður veit aldrei hvað stefna hún tekur og það er ekki í raun og veru fyrir þau finna þessar dulkóðanir og fara að gera fara að byggja þetta, þú veist, þetta crazy dæmi hvað faratæki já, þá er maður, ok, wow there's something to it, en það er, eitt sem ég langar að nefna raunverulegur atburður fyrir þá sem að hafa ekki séð myndina þá er þetta Jodie Foster já. Jodie Foster er að eyða lífi sínu í að hlusta á geiminn að bíða eftir skilaboðum og einn daginn fær hún skilaboð og eitthvað hljóðbylgjur og hún setur ekki sjónvarp, kemur mynd af Adolf Hitler og þá er þess að skilaboð sem að jörðin sendi út frá Ólympíuleikunum 36 og þeir voru að fá það tilbaka frá plánetu sem heitir Vega eða stjörnu þoku kerfið eða eitthvað og síðan faraði strax í að segja heiminum bara, við vorum að fá skilabóð geimnum og þá myndast eitthvað svona karnivalstemming en myndi það ekki gerast? Jú, en það er það sem ég er að segja eins og með fucking eldgosið á Íslandi í alveg talað, það er bara eitthvað ímyndaðir veistu hvað er leiðilegt við að hugsa að þegar við loksins náum einhverju sambandi við alheiminn að þá er bara eitthvað lið að fara að mæta á tippinu og með neonljós og taka sveppi og eitthvað að dansa og þú veistu hvað við eigum ekki skilið við eigum ekki skilið að fá að tala við aðra plánetur en er það ekki ástæðan við erum ekki heyrt með díðum það eru bara svona fuck ykkur bara nei það sjá bara að kemur eldgos og fer eitthvað gaur með kassagítar og þau er bara þau meika ekki, vilja ekki kassagítarinn sko
En hérna Ég svo eitt líka daginn á eldgosinu. Var ekki einhver að gifta sig það? Það er sko það er 3 gaurar búin að byrja kærstuna sinnar. Mundur byrja kærstuna þinnar bara það sem gaur er bak við að elda bacon og einhver annar gaur á tippinu og eitthvað, skilur við. Ertu búin að sjá eitthvað á tippinu? Ég búin að bara, það er eitthvað gaur sem var eitthvað ógeðslega fyndið með buff á tippinu. Ok, þú sér fyrir ef kemur svona gemurudæmi að það er bara svona þjóðhátíða stemming. Ég held að myndi margir fara þangað. Gerðist þetta ekki mér á Íslandi eitthvað tíma? Snæfellsnesi. Það áttu gemur að lenda þar. Ég held að það hef ekki komið, sko. Nei, það komu alls ekki. Þeir voru bara, what is this? Skilur við, það tala svona, what is this? Tala eins og sænskur snjópur þegar. En þannig að það fær í töðunar. Það var ógeðslega fyndið samt sko hvað var gert mikið úr því í myndinni þegar að karnevalstemmingi myndast og hún er að keyra svona í gegnum hóp og það er alveg, þarna er nasista hópur, þarna er fólk að biðja til Guðs hópur, þarna er fólk að djamma hópur og ógeðslega mikið hópum og maður sá strax að þarna Guðgaurinn hann væri vondur. Já, hann er svona ljósarður og hann svo reiður og svipil. Já, og maður er alveg, ok, þessi gaur er að fara að spila eitthvað hlutverk seinni myndinni. Já. Það er alltaf típist. Já. En mér fannst síðan sko... Þú fannst þetta skemmtileg mynd? Skemmtur þau? Já, ég alveg þanga til að hún fer í hinn heiminn. Og hittir hún í geimverunar? Já. Ok. Og hitt fer inn í einhvern svona sýndar veruleika í 18 klukkutíma þar sem að geimverunar senda þeim skilaboð og segja þetta er bara fyrsta skrefið og hún segir, ég verð að fá svör og hún segir, nei, seinna og síðan fer hann tilbaka og það trúir hann enginn, skilur, og síðan er myndin bara búin. Já, en það er óþolandi að því að, veistu hvað vantaði? Það vantaði eitthvað svar. Það var, veistu, við fengum bara að vita að það er annað líf þarna. Það getur tekið á sig alls konar myndir og er í öðrum vítum og þú veist, ekki sami veruleiki við erum, en við erum ekki tilbúin að hitta þau. Það er það sem að svarið var. En myndur þú að vilja bara Kontakt 2? Nei, ég held að sé allt í lagi, ég held að það sé svona mynd sem að hann fór í töðuna með þegar hún endaði í gær, eða þú veist, eftir satt samt ég hugsaði, ok, þetta var samt góð mynd. Já, ég elska þessi mynd. Ég hugsaði bara, hún er góð, hún var skemmtileg, hún skildi mig eftir, hún pirraði mig á sama hátt og Töframenn pirraði mig. Það pirraði mig að fá ekki svör hvað voru þeir að gera, skilur við. En geggja atriði í þessari mynd. Þegar að fyrra gameskipið splundrast. Fannst það vel gert enn þann dag í dag? Já, furðu vel gert. Já, tæknibrellur fyrir 30 árum. Já, meðan það alveg... Meðan það alveg fyrir nátt, sko. Og já, en komaði mér á óvart að það skildi gerast. Já, var það? Þú ættir ekki vonið því? Ekki á neitt, ég bjóst ekki við að það myndi detti sundur og eyðilegast og ég hélt í smástund að myndin væri að fara að enda þar. Þú veist, að við myndum bara basically, að því í raun og veru er það bara það sama og gerðist síðan. Fengu engin svör. En hversu pirraðar hefur verið að myndin enda þar? Það er splundrast og bara kredið. Ég hef ekki komið yfir ég var bara akkurat að láta mig horfa. Þú bara satt, fuck this. En myndin fjallar svolítið þessa konu að því geimverudótið er svona auka. Já. Að þetta fjallar svolítið konu, finnst mér, sem er bara 0 trúið. Að öðlast trú. Í rauninni. Já, ég veit að ég var einmitt að skrifa það niður núna að finna við tíðaranda myndarinnar. Myndi kemur úr hvað, 97? Þegar þú horfir á hana, þá hugsaðu, vá hvað að vera eitthvað svona setja upp eins og allir séu trúanöttarar. En stemmingin var svona þarna í Bandaríkjunum. Þú veist, það voru fleiri trúaðir heldur en ekki. Er það ekki ennþá í dag? Jú, en kannski ekki ungt fólk. Það var svona... kannski ekki. Það sást ekki stemminguna sem var svona, þú veist, hún var vísindakona og þurfti vísindalega sannanir. Matthew McConaughey. Hann var prestur. Hann kemur og... Var hann prestur? Já. Var hann ekki rithöfundur? Jú, og prestur. Já. Father Joss.
og sjáðu, Þarna hefur sofnað þegar þú talar um þetta. Ég var svona þetta út á milli en já, hann hann kemur með svo mikið eitthvað svona, já, þú ert partur af 3% sem trúir ekki eða eitthvað, af hverju ætti þú að fá að fara type of dæmi en þetta er alltaf bara breytast svo alveg litað, en hún fær trú og mér fannst svo góð setning sem hann segir sem er eitthvað svona eitthvað, do you love your dead? Já, því hún segir, þú getur ekki sannað Guð, tilvist Guðs já, do you love your dead? Og bara já, auðvitað. Prove it að þú veist hún segir ekki neitt. Nei, þetta var mic drop. Já, ég smá, já honum. Mic drop og ekki mic drop. Ég er enda sko, ég hef til og með skoða trúmál mikið undanfarið. Okay. Og svona ég get ekki, ég segi ekki ég trú á Guð, en ég skil konseptið miklu betur sko en trúur ekki neitt? Jú, ég trúi bara góðir hlutir sem gerast sem eru óútskýranlegir ég get sagt að það sé Guð, skilur okay. en ég þurfti að því að sko það er búið að tróða í manni gegnum árin að Guð sé konsept af einhverju í staðinn fyrir að það sé konsept, skilur, að það sé bara allt sem er óútskýranlegt eða að þetta sé hugmynd frekar en eitthvað. Já, ég skil hvað þið. Skilur, þegar það er búið að niðurnjörfa Guð inn í eitthvað skonar trúabrögð og þetta er hægt að vera einstaklingsdæmi svo gott lag með Frank Ocean þar sem hann segir if it brings me to my knees it's a bad religion sem að er til þess svona þörst. Já, ég skil hvað hann við. Skilur, þú ert farin að preysa eitthvað og glorifæja eitthvað sem að þú ert að reyna að sannfara aðra að sé til og þetta er hægt að vera einstaklingsbundin trú á whatever, mér skýt saman hvað trúur á, skilur þá finnst mér þetta alltaf vera farið úr böndunum. En eitt með trú, að því ég þekki fólk sem er ásatrúar trúa bara, ekki kristján trúar, ásatrúar og mér svona fyndið, því að tala svoleiðis fólk að fólk margir hafa verið bara svona það er svo astanett, það er svo heimskulega þá spyr ég, býtir það eitthvað heimskulegra heldur að trúa á Jesú Krist? En mér finnst öll trú sem er rituð í bækur heimsk, skilur, en mér finnst hún ekki heimsk, mér finnst hún eiga rétt á sér en síðan leið að fólk fekk interneti, skilur, þá finnst mér þú eigir að geta googlað það í burtu. Já, en finnst þér einhver trú heimskar en önnur? Nei. Það truflaði mig. Já, ég er 100% saman, það er, minnst þetta allt, mér finnst ekki einu svona heimskulegt heldur að trúa, en maður verður að nota rökhugsun þegar það kemur að því til dæmis bara hvernig varð maðurinn til. Það er búið að sanna það, skilur það er bara þróunarkenningin, skilur eða kenningin algjörlega en þú veist, það er að sýna fram á það að maðurinn var ekki skapað svona nei, en þá getum við alltaf bakkað og þeir vita Big Bang verður, það springur eitthvað úr því verður síðan á lokum líf en það veit samt ekki hvað gerist undan Big Bang. Nei, og því ég held að sé ómögulegt sko mínar allra verstu stundir er þegar ég fer að hugsa dauða eða tíma. Það eru bara svona ruglaður í hausnum. Já, því konsepti tími er bara eitthvað sem við búum til tíma, skilur. Fluga er ekki með sama tímakonsept og ég. Nei. Það, þú veist, þetta er manngert dót og maður þarf, og þegar maður fer að reyna að skilja þetta, eða þegar maður fer að hugsa þú veist, pældi í því hvað við vitum ekki neitt. Skilur, við vitum ekki neitt. Og og meiri segja bara hlutir sem að við sættum okkur við sem er bara, þú veist, að þetta sjónvarp virki, þessi mikrofónar og allt dæmi sem er reyndar, eitthvað svona, ég segi ekki basic starffræði, en þú getur sýnt mér á blaði, skilur. Ég myndi aldrei skilja. En bara geimurinn, tími, hvað gerðist og
allt þetta dæmi eitthvað sem að við verðum bara sætt okkur við að ég og þú erum allavega ekki að fara að finna út úr því, sko. Alltaf ekki sem þætti. Við getum látið okkur dreyma og við getum skoða alls konar pælingar og eitthvað blæðum, nei, En þess vegna segir líka við fólk, ef fólk með eitthvað svona hugmynd, ég er rosalega hlindur því þar fólk eltir draumana sína. Ef kem einhver tíminn og segir, draumurinn minn er að opna gallabúð, en ég þórið ekki. Ég er svo hættur að feila, bla bla bla. Þá hef ég stundu sagt, ég kannski ekki akkurat fengið þetta dæmi, en ég bara segja manneskuna, þú ert á plánutu, lengst í geimnum, við erum á þvílíkur ferð, það veit enginn af hverju erum hérna, það veit enginn hvert hún að fara, þú getur alveg eins stofna þessa gallabúð. Já. Ég segi líka bara við fólk, sérstaklega fólk, sko, það verðist oft vera, segjum hún sérst í vinnu svo hatar, eða sambandi svo hatar, eða þeir líður illa í einskinni á einhvern hátt. Það verðist oft vera erfiðar að skrifa að breyta hlutum en það er í raun og veru. Þetta er bara hræðsla? Nei, og þetta er bara pjúra hræðsla. Og þetta er sama bara, og það að þetta er allt byggt á hræðslu og einhvers konar bara hvað segja bara hindrunum í hausnum á manni, skilur þú getur gert allt sem þið langar til að gera nema ef það er bara eitthvað svona ekki hægt, bara líffræðilega eða já, við erum ekki talað um það eitthvað svona, ég mun aldrei geta hoppa 10 metri upp í lofti, skilur eitthvað svona dót sem er bara physics. En þú getur orðið vörubílstjóri, þú getur orðið snirtifræðingur, þú getur gert allt svoleiðis. Hvað sem ég get flutt bara til Spánar á morgun ef að mig langar það. Ég er að segja fólk, þetta er eins og að hætta að nota nikotín eða hætta ykkur fíkn eða eitthvað, þetta er oft byggt á hræðslunni hvað ef ég feila. Og ég uppleið þetta 2014 þegar ég þurfti að taka ákvörðun að hætta í vinnunni og vera tónlistarmaður. Skítrættur, ertu að djóka bara hvað ég að fara að gefa upp þetta og þetta, síðan hugsaði ég bara hvað er ég að gefa upp, ég er að vinna á bar, ég á engin börn, ég er ekki í sambandi, skilur fuck it, ég ger þetta bara og bara þú veist lagði ást og passion í það og síðan sitt ég hérna, skilur í dag. Já, þarna var að yfirstíga þessa hræðslu, en hún bara stoppa svo marga. Já, en síðan líka bara, það er ekkit af því að feila og það er ekkit af því að verða gjaldþrota einu sinni eða þú veist. Eða skulda smá pening. Nei, alveg tala, þetta er oft sko gerðið eitthvað, skilur, við lifum bara einu sinni. En veistu hvað ég held að þetta sé? Veistu hvað ég held að hræðslan sé? Hvað? Það er svo ótrúlega margir hræddu við hvað öðrum finnst. Já, bara, þetta er byggt stórun hluta til á því. Þannig að ef maður þekkir eitthvað og hann er kannski í góðri vinnu þessi maður eða kona, bara með flott kaup, flottu stöðu, en draumur hans var alltaf að vera töframaður. Segjum það. Hræðilegu draumur. Martröð fyrir því. Þessi einstaklingur á mögulega ekki til að þóra að gera þetta af því að svo hrættur hvað fólk áttur að segja. Já. Bara eitthvað, nei, hvað ætli kona mín segja, hvað ætli vinur mín segja? Síðan ef að fólk ætlar að dæma þá er það líka bara alltaf læg. Ég held maður þurfi líka bara að læra að vera sáttur með sjálfa sig og þú veist, heldur að sé ekki í hvert einasta sinn sem ég ger eitthvað öðruvísi að einhver segja einhverstaðar hvað MC Gauti er að vera glataður, skilur. Þegar ég byrjaði með podcast, hvað heldur að hafa verið margir dútar á þér sem voru eitthvað, ok, típist, hann að byrja með podcast. Eða þegar ég gerði Malbygg, skilur, sem er poplag, hvað heldur að sé margir sem sögðu, já, ok, mér, veist, vanalega, og ekki alltaf, skilur, stundum er líka bara gaman að baktala fólk, en vanalega er þetta byggt á einhvers konar óryggi. 100%. Það að get ekki samglaðst einhverjum, eða bara sleppa því að spá í honum, skilur. Hætt að pæla þér fólki. Þegar fólk er eitthvað svona endast að láta eitthvað fara í töðunar á sér þetta er svo vinkonum mín er stundum eitthvað svona ég trú ekki að þessi manneska sé og ég er alveg hægt að follow hana þá. Já, hvað nennir þessu? Þú tekur þú ert manneskjan sem heldur viewsunum uppi, skilur. Já, nákvæmlega. Þegar fólk er að opna fréttir og eitthvað, þetta er ekki frétt. Og hvaða fólk er þetta? Hvaða fólk er að skoða þetta? Þú, motherfucker.
En ég líka stundu sagt, ég held að Joe Rogan hafi talað um þetta, eins og með komment og svona. Michael Jordan er ekki á YouTube að drulla yfir eitthvað. Nei. Af hverju heldur það sé ekki? Þegar hann er ekkert að pæla yfir fólki. Nei. Fólk, þú sko, bara, við getum ekki heilan þátt sem ef við myndum taka saman YouTube-kommenta sem fólk er bara að biðja mig að drepa mig, skilur við? Eða? Já, fólk segir bara eitthvað og það fattar ekki að maður er bara manneski að lesa það. Maður þarf að passa sig, sko. Ég er alltaf gjarn á að lesa kjaftaði, sko. Ég hef ekki lesið, ég er löngu hættur að lesa YouTube-komment en ég searcha stundum á Twitter hvað fólk er að segja um mig. En þér ekki alveg sama? Nei. Þér ekki alveg sama? Nei, mér það ekki, en draumur minn er að verða sama. Er það ultimate markmiðið? Já, og bara, þú veist, gera með, ég bara hætti að spá í því, þú veist, bara, ég er alltaf að taka þetta dæmi, skilur, ég gera hana krakka skýta kommentið þarna, eitthvað, þú veist. Sem ég hlóða. Já, sem ég er ógeðslega fucking fyndið. Og þá byrjaði fólk að drulla mig. Það var í fyrsta skipti sem að það myndaðist eitthvað svona umræða um mig þar sem mér var alveg sama. Af því mér fannst þetta bara fyndið. Já, og saklaust maður. Og saklaust og ég hugsaði bara djöðlar allir overreacting eins og motherfuckers. En þú veist, djöðl var í fínt að maður getur bara að hugsa svona. En þú veist, auðvitað með tilliti til þess að maður sé ekki destruktiv, skilur, og sért ekki að ég sé ekki bara eitthvað sparki eitthvað og vera bara, mér er bara allir sama þó að mig ekki sparki eitthvað. Nei, þá er það bara fáiði. Það er fáiði. Já, það er svolítið annað. Eða þú veist, já, þú veist, þú getur náttúrulega líka sparkaði fólk með orðum. En orð, þetta eru, ég segi alltaf. Ég er að segja, þú veist, ef ég myndi núna fara á netið og drulli við þig. Já, en samt, ef þú myndi gera það, þá náttúrulega finnst mér að vera fáiði, en mér er að vera slétt sama. Já. Af því að hvað er ég að fara að græða því að hugsa svo mikið hvað öðrum finnst mig? Ég stjórnaði ekki. Ekki neitt. Þú stjórnaði ekki neitt? Nákvæmlega ekki neitt. Og maður þarf að yfirstíga þetta, sko. Og ég myndi segja, undanfarið er ég búin að, sko, róast mikið hvað varðar þetta. Ertu svo eldist? Já, eldist og bara fór í sjálfskoðun og fór að hugleiða og fór að, svona, vinna í alls konar hlutum, sko. En líður ekki betur? Jú, 1000 sinnum, skilur. Hvað er bara málið? 1000 sinnum. Og mér fannst svo gott, ég var að horfa hana Auðun Blöndal þegar hann fyrir Bubba Mortens og Bubba Mortens er í Crocs skóm og auðvitað eitthvað, dillir þetta ljóti skór og Bubbi sagði eitthvað svona, þú veist, þegar þú getur verið í svona skóm og liði vel með það er hamingja. 100% á hann. Þú veist, ég vil bara geta verið með Bumbu, emmilangar og ykkur ljóti skóm og þú veist, við erum ekki endalist að því, þú veist, líka bara að vera rappari sem að smám saman er svona, þú veist, ég segi ekki að hætta en þú veist það er alls konar, ég er ekki mikið að passa upp á ímyndina og ég gerði. Já, ég skilji. Það er ógeðslega toxic, skilur. Það er ógeðslega toxic að vera stjarna. Að hvað leiti? Hvernig það? Ef þú kannt ekki fara með það, ef þú ert endalaust að þóknast öðrum og posta bara svona mynda því að þú farið x-mörg like og þetta, skilur. Þú ert alltaf að passa að vera inn í einhverju kassa til að þóknast einhverjum. Eða gefa út svona músík til þess að halda vinsældum eða eitthvað svona dæmi. Það virkar ekki. Það virkar þannig til að þú brotnar. Já, þess vegna virkar það ekki. Já. Þú verður að, ef þú gerir það, ef tónlist, væntanlega, tónlist er þín, þú fílar hana. Já. Það hlýtur að vera. Já, ég var dýrkana. Já, þú verður að gera það. Bestur. Nei, þetta er svo podcastið mitt. Mér finnst þetta persónulega skemmtilegt þetta. Ég bjóti podcast sem ég vildi hlusta. Það væri ömulegt ef þú væri bara, enn einn leiðilegur áttur. Þá mynd að lokum, þá er ég ekki hamingjusamur. Þetta myndi ekkert virka. Nei, það er rétt. Og mér finnst bara svo skrítið þegar fólk, maður sér þetta stundum. Hvað segir, tónlistamenn, leikarar, kvikmyndagerðarmenn, whatever. Maður er bara eitthvað svona, þú ert ekki fíl þetta. Já, það er alltaf að einhverju liti, en síðan náttúrulega ná samt margir að plata markaðinn, sko. En ég vil meina það þeir eru ekki hamingjusam heima þessu. Nei, og það er, sko, ég nefnilega upplýði, sko, svona, alltaf hafi ekki verið, þú veist, 2018 eða eitthvað, þar sem þá upplýði ég tímapunkt þar sem ég var alveg, ok, ég er nýbúin að vinna hérna 5 tónlistafélögin, ég á allt í hennu ágætlega á peningum, nýbúin að köpa mér íbúð, ég á börn og konu,
akkur er svona þunglindur? Hvað að? Skilur, akkur og þá fatta ég að þessi veraldlegu hlutir ekki leiðin að hamingju. Þau skipta engum máli. Ekki, þeir eru skemmtilegt add-on. Já, þeir eru ekki hamingin sjálf. Þeir eru ekki hamingin sjálf. Nei. Og þannig að þú verður að byggja upp eitthvað svona grunn og síðan getur þú veist, er drullu gaman að eiga gullstöng, skilur en það er ekki gaman að eiga gullstöng og vera leiður. Það er margbúið sann þetta. Þó að þetta moldríkur getur keypt allt sem vilt í heiminum. Moldríki menn offa sér líka, skilur. Nákvæmlega. It's a fact. Já. Og líka bara, þú veist, hvað langaði að gera? Fólk þarf að spyrja sér. Því sumir vilja bara vera á laus og djamma. Og það er bara geðið, skilur. Þeirra val. Sumir vilja eiga fjölskyldu, sumir þurfa á mikið af manneskjum að halda til þess að halda sig gangi til, sumir eru bara einfarar og veist, það er ekki eitthvað eitt svar. Þannig að maður getur ekki líka verið alltaf eitthvað að spegla sig. Nei, og líka samanburður. Hvenær spegla sig í næstu mannesku, já, og það líka, sem að segja. Vera endalist að, sko. Að bera saman aðra er heimskulegt. Núvitund er að besta sem er til. Já. Það veist, að geta verið alltaf, sko, ég er alltaf að reyna að kenna börnum með það. Þau eru alltaf eitthvað, erum við ekki að fara í sumbústað á morgun? Erum við ekki að fara í hústyrkarna á morgun? Og ég held að, ekki það er gaman! Það er bara njóttu þess að vera til núna. Já, hvað er gaman núna? Já, veist, eða bara ekki eins og hvað er gaman. Bara er. Já, bara vera við til. Við erum. Já. Nú erum við hér. Heimisbyggispjall. Já. En núna til þess, ég er bara þessu mómenti. Ég er ekki að hugsa að ég þurfa að fara í verslun eftir að kaupa í matinn eða á morgun fyrir að gera hitt og þetta. Nei. Það er sem ég fíla þetta podcast. Stórnast var ég fíla að vera með headphone. Er ekki að því þarf að vera með headphone. Mér finnst það vera svona meiri fókus. Já. Nei, ég held að eins og podcasti okkar, ég held að það hafi bara bjargað mér andlega að vera með podcasti. Þó svo við séum alveg klálega ekki, það getur enginn sagt að podcastalinn hafi bjargað heiminum, sko. Nei, einu. Nei, þér finnst það skemmtilegt. Mér finnst bara gaman og mér finnst gaman að bladra og þetta er bara social, skilur. Já. Og bara, þú veist, ég horfi á podcastalann sem svona ruslatunnu hugsana og ég þegar gert svona og svona, ok, þá þarf kona mín ekki að díla við þessu hugsun. Er það svona andleg losun fyrir þig? Já, 100%. Þannig að kona þín er kannski bara hamingjusamari ef eitthvað er eftir að þú byrja með podcast. 100%, hún er líka, stundum er ég eitthvað svona, reynilega, hún hlustar aldrei á podcastana, sko. Ég sagði, akkur hlustur aldrei og stuðja mig, hún er alveg guði, ég með allan fucking daginn og síðan þarf ég að fara að hlusta á þig líka eitthvað í podcast, hvað meinur, skilur? Það er mjög góð punktur. 100% bara biluð pæling, skilur, þetta er eins og ef hún væri að fara að hitta vinkunum sínar og strax myndi ég bara kveikja á vídeo af henni og stara á hana bara, fuck, það er steikt. Já, það er ræðilegt. Herru, það var að tala um myndir, Þetta er geggjaspjall. Ok, kontakt, sáttu með hana, ekki fullkomin, sumt svona fyndi inni. Maður bara alltaf, skilur, ég er ekki ósöttur á að horta á hana, á engan hátt, skilur, mér finnst hún bara frábær, endurinn dálítið pirrandi, sko, hver niðurstaðan var, en ég væri samt ég veit ekki hvað hefði verið perfect endurinn, því að hann líka, þú veist, frumlegur og ég held að það sé alveg cool líka að hún var ekki, það var ekki vondargemurur og við fengum eiginlega engin svör, smá bara eins og er í lífinu. Já, þetta er svolítið opið, en þá verð ég að spyrja þig, ef þú fengið tækifæri, sem þau myndi gerast, þeir myndi smíða svona tæki. Já, nei, ekki séns. Þú myndir aldrei fara í það? Ekki fucking séns. Akkur ekki? Ég myndi ekki einu sinni fara, ég myndi aldrei vilja, sko, þegar hún fer inn í kúluna og svona, allt byrjar svona smá að breytast, það er svona smá, eins og nú hefur þú ekki tekið eitthvað, en það er svona smá eins og taka ómikið sveppum. Er það? Eitthvað svona, byrjar alltaf að tegjast og skrítið, sko. Þannig að þú er ekki forvitin og langar gett að vita hvort þetta gemurur og hitta þær og eitthvað. Ég vil að einhver annar hitta þær fyrst. Ég er sammálaður. 100%, hvað meinar, ég vil að 1000 manns hitta þær fyrst, sko. En ég, veist, já, ég
já, ég veit ekki hvernig ég væri til í að við myndum senda síðan út til að vera eitthvað svona fyrsta manneskjan sem Ég er með manneski í hug. Ok, hvernig var það? Ég er búin að hugsa þess. Já. Bara hver þið bara svona sendi herra fyrir jörðina? Já. Er það ekki rock? Rock? Já. Ertu meira til að sína svona, við erum góð, en samt alveg þú fokkar samt ekki í okkur. Já, við erum sterk, en við erum líka góð. Við erum næs. Við erum næs, en við getum fokkaðar upp, skilur. Ég meina, hann er líka, þetta verður svona klár gæði líka. Já. Hefur hann ekki svolítið allt? Hann er með sjarma. Hann er ekki með hár. Nei, það er ekki. Við erum ekki með hár. Af því ég er líka sköllundur sjálfur, þá er ég bara svona, ég fær að senda sköllund að gera. Já, þú sköllur á massa, sko. Hann er líka bara svona flottur, olíuborinn. Já, rock væri, já, hann væri ekki ekki, sko. Ég meina, hvað er betri? Myndur þú senda Obama? Ég hugsaði Obama, ég smá stund, ég er ekki að tjóka. Hann er reynda góður líka. Gefur þessi góðan þokka. Við erum líka að senda eitthvað, það þyrfti að vera einhver dökkugur með swag. Veistu okkur, við getum ekki senda eitthvað hvítt gerpi í alvörunni, sko. Ég er svolítið sammálaður. Það þarf að vera einhver bara með, þú veist. Þessu Washington var góður. Það þarf að vera einhver sem er, þú veist, alveg, líka bara 100% að fara að gefa gott handshake. Gott handshake. Já, það þarf að vera einhver sem hefur hlusta á rap líka, sko. Þú veist, og er vanur alls konar handshakes. Rosa kröfu núna sem við erum að setja á hana einstakling. En ég býnur sammálaðir. Ok, þannig að við erum sammálaðir. Hann þarf að vera svartur, hann þarf að vera með swag, hann þarf að vera með gott handshake og bara eitthvað svona, þú veist, bara, ég reyndar, ef það væri hvítugur, þá væri það Seinfeld. Nei. Það er ekki til að segja Seinfeld. Það virkar ekki. Ég skal segja þér okkur. Það því að mér finnst, það er eitt sem finnst vera krúsjál. Já. Hann þarf að vera næs, en hann þarf líka að gefa þér og fokkar í mér. Það ertu döður. Þannig attitút. En ef þetta er bara bókst, þú veist ekki hvað stærð fokkararnir eru, skilur. Nei, komið það. Það er alltaf leið að þessu stærri en það rock. Það er alltaf leið. En þeir samt sjá. Já, ég sjá bara, já. Ok, það er, eins og þú talar eitthvað swag. Myndir þú vilja að hann fari vopnaður? Eða bara bólnum? Það er sem ég sama. Ef þú ert rock, þá er að vera á bólnum smá að vera vopnaður. Er það ekki? Ég meina, hann þyrfti ekki að vera með byssu. Nei. En já, ég myndi frekar að senda hann óvopnaðan. Af því hann þarf að vera non-threatening, en samt pínu threatening. Já, ég veit hvað mér. Þá er rock alveg góður í því, sko. Ekki Seinfeld. Nei, Seinfeld er ekki, hann er ekki, Ertu hræddur það? Nei, ekki neitt. Jú, hann ógnar mér svona alfalega séð í lífinu, skilur. Hann gæti vinir hans eru öflugur en vinir mínir, skilur, 100%. Já, en ég var að tala með hann er milljarðamæringur. Ég veit það, en gemur með drullu saman það. Já, true. En þeir sjá rock, veistu það, ég ætla að halda mig við það. Ok, ég skal vera með bara. Ég skal setja mig við rock. Við sendum rock. Já. Ok, ef að fara hans í hinna myndina. Já, sem er. Af því hún er allt öðruvísi. Það er mynd sem heitir Upgrade. Já. Og ég ætla að taka fram strax núna, því að þetta er nýlega mynd. Við erum að fara að spoila henni. Já. Við erum að fara að spoila alveg niður í detail að ef hlustar á þetta núna og vilt sjá þessa mynd sem er Upgrade, þá erum við að fara að eyðileggja fyrir þér. Já, svo horfa hana núna og klára sem podcasti. Hún líka bara 1,5 tími, skilur, þetta er bara ekkert mál. Gauti sofnaði ekki eins og því? Ég sofnaði ekki, ég horfði líka á hana bara í hádeginu eða eitthvað. Nei, ég horfði á hana kvöldið til. Ok. Herri, býtu, er ég, sko, eitt með kontakt, það var svo gott kastið í henni líka. Geðveikt kast. Það var einu sem var nokkað komin á. Ég nefndi ekki eins og tellið upp. Það var bara svo gott, hvað vondigurinn? James Woods. Já, ok. Bara það. Ja, býtu. Er hann ekki vondigurinn í úkslega mikið? Ertu að tala gæjan sem var vísindamaður og hann var alltaf svona stela? Nei, ég er að tala um vondan. Þú tala um hergæjan? Eða svona jakkafetta gaurinn? Nei, ég er að tala bara um hann að gaurinn með sprengjum. Já, ég er að tala um hann. Jake Busey heitir hann. Já, ok. Og Jake Busey, svona smá trivia, fyrir það sem við vitið ekki, en ég held að flestir vita sem eru kannski að horfa á þátt. Pabbi hans er Gary Busey. Gary Busey, en þú lögum til að sjá hann, þá bara, já, má ég googla hann? Googla hann. Okay. Gary Busey. Gary Busey.
leið og sér það var bara, já, þessi alltaf undur. Já, er þetta pappans? Sér ekki hvað er pínu líkir? Já, algjör, djöfull fengu þeir hérna, þú veist, ef þeir væri ekki leikarar, þá væri það bara ljóti hverjar. Ég fílar þetta báða, sko. Já, þetta er bara svo mikið svona vondu þetta er þetta ræðileg mynd á. Og ekki svona leiðilt að velja þessa mynd. Já, þetta er sko bara að fara á Wikipedia, hefur ekki oft fyrir maður á Wikipedia og það er bara eitthvað sull myndir af fólki. Jú, mér er það samt svo leiðilegt. Veldi þokkalegri mynd. Já. Ok, þannig að já, Upgrade. Að þetta er allt úr þessi mynd. Ef að tala um hana, bara, þetta er svona mynd gaur sem að lamast og hann fær tölvukubb inn í líkamann og sem að við þurfum að fara meiri dítila. Já, þetta er henni fjallar mann. Farð þú dítila, síðan skal ég koma með mína skoðun. Þú ert svona color commentator. Já. Fjallar mann sem missir konu sinna. Konu sinna drepin og í þeirri árás þá lamast hann fyrir neðan háls. Hann hittir gæja, ógeðslega klárgaur, hann setur í hann tölvukubb og þá er hann ekki lamaði lengur í henni. Og ég er ekkert að spoila núna, þetta er bara byrjunin. Tölvukubburinn byrjar að tala við hann. Og heyrir ekki nýjum tölvukubb nema hann sjálfur. Stem. Og þeir í sammenningu fara á eftir gæjónum sem drápa konunars. Sorry, bara eitt ánum myndina sjálfa. Ef ég heyri þetta koncept, þá er ég strax sold. Revenge myndir. Þú elskar þær. Ég elska. Hvað er besta revenge mynd allar tíma? Er það Taken? Taken er geðveik. Besta revenge mynd upp á bara sjokkið. Nei, sjokkið þegar ég sá hana. Þetta er suðurkórsmynd. Af því hún er svo... Oldboy? Nei, hún er reyndar... Fucking geðveik. Það er góð revenge mynd. Með geggjuðu plotti. Geðveik revenge mynd. En þessi mynd er I Saw the Devil. Ekki sé hana. Nei. Sú mynd, þegar það liði bara 40 mínútur að henni, þá er ég bara, byrju, hvert þessi mynd að fara? I Saw the Devil. I Saw the Devil. Hún liggur svo svakalega gróf. Já. Hún er mjög brútal. Kom mér á óvart hvað hérna... Upgrade er brútal? Já, alveg sko, af því hún er ekkit brútal fyrir hann að kemur hann eitt atriði, sko. Já, en það er nokkuð brútal atriði. Já, en þú veist, fyrsta brútal atriðið var alveg að ég svo, það er ekkit brútal þannig sem ég búið að gerast, skilja, það er búið að lama hann og þau lendi slísi og hvað, það er alveg, þú veist, það er brútal en það er ekki visuáli brútal. Já. En þegar hann tekur hníf og setur hann í munnviki á gaur og slæsar hann í helming, þú veist, andlit á honum. Já. Og það er ógeðslega grafískt og viðbjóðslegt atriði að ég fekk svona guð minn almáttur hvað það var ógeðslegt, sko. Og ég er ekki að fara að horfa með konu minn sem meikar ekki gór. Þetta er ekki horrormynd samt? Nei, en þetta er samt gór atriði. Það er klárlega, þetta er bara eitthvað sem myndi gerast í Saw, skilur. En það gæði sem gera sem myndi skrifaði svo. Í alvörunni, hlaut að vera eitthvað svoleiðis. Fyndið tenging. En sko, nú ætlum ég að segja þér, það sem að mér fannst geggja við þessa mynd var í fyrsta lagi að bíllinn sem þeir keyra á, þetta gerist fyrir... Ég tekka það, þetta gerist 2046. Já, þetta er alveg eins og Teslan, þarna, sem að var þá ekki komin á markað. Sko, fyrir 2 ára þá var Game-appin ekki komin konceptið. Já, það tala um stóra bíla þeirra. Já. Þannig að, þú veist, þessi mynd kemur 2018 ekki? Já. Og þetta er algjört svona, þú veist, þetta er svona framtíðin en samt ekki eitthvað brjálaslega langt inn í framtíðina. Þetta gæti allt verið að gerast í raun og veru. Þetta er svona mikið drónar og mikið sjálfkerandi bílar og okkur dæmi. Þetta er bara basically, þú veist, eftir 40 ár, bara eftir 27 ár. Mér finnst ólíklegt að þetta verði komið nákvæmlega þangað, en samt alveg nær því. Það er líka svona body modifications í þessari mynd. Já, það fór smá í taugarnar á mér. Ok, akkur. Sko, það fór í taugarnar á mér þetta byssudæmi, að menn, ok, það sem að, það eru nokkur hlutir sem að mér fannst spyrrandi, en líka, það sem að mér fannst geðvitt var... Fannst þetta góð myndir úr höfuð? Nei. Gauti! Og ég segja þér út af hverju. Já, ég er spenntur. Ég skal segja þér út af hverju. Konseptið finnst mér geðvitt, skemmtilegt. Ok. Þegar það kemur óútskýranlegt, hann er að keyra með konunni sinni í sjálfkeyrandi bíl og þau fara eitthvað að ríða og láta bílinn keyra, sem allt í hennu keyri bílinn inn í eitthvað hverfi. Þau eru dregin út í bílnum, konan er skotin í hjartað og hann er lamaður og eina útskýringi sem við fáum á því er
að gaurinn segir þú þannig að menta snobb og þá þetta basically eitthvað svona stéttaskipting dæmi, hann pirraður við hana af því hún lærð en ekki hann og En það samt ekki ástæðan fyrir drápana? Nei, það það sem gefið út þarna En það seinni í myndinni, því við erum að fara í dítela seinni í myndinni það kemur í ljós afgjörðir réðust á þau Já, sem tengdist henni ekki neitt Nei sem tengdist bara að tölvan vildi ná í hann af því að hann var einn af þessum sem var ekki modifæðar fyrir bla, af því þá getur hann haft fullt kontról það sem var með að skeða, hann lamaður og við tekur alveg hefi erfið atburðarás, mjög raunveruleg og maður fær svona í alvörunni þjáninguna og þjáninguna á skjánum beint í æð, það bara gert mikið úr því að hann sé lamaður og samkenndin var brjáluð þegar hann, mamman sér að þvonum og hann að gráta og konan sér dáin og 3 mánuði liðnir armarnir að búa til eitthvað protein shake fyrir hann Þetta brútal. Og hann reynir að drepa sig með að láta, bara hit me again með að láta tölvu sprauta sig, sko. Já, það svona AI heima hjá hann í rauninni. Og maður bara, oh my god, hvað þetta hellað, dæmi. Þú finnur til með honum? Finnur til með honum. Síðan kemur, ekki vondi kallinn, sem eitthvað svona nördi sem að býr í undir heiminn, undir stein eða eitthvað. Og að búið til ský eitthvað introvert skilur og hann setur í hann tölvukupp og sem heitir STEM eða kallast STEM sko það sem að pirraði mig við myndina hvað aðalgaurinn mikið bitch það? Já, hann ekki, hann á ekki skilið að fá hann kupp hann ekki jafn harður og hann nær aldrei að vera harðigaurinn, skilur En fannst hann eigi að vera það? Mér fannst það aldrei. Mér finnst hann bara fara úr því að vera eitthvað, svona gaur sem á eitthvað ótrúlega undarlegan hátt nær sér í hámennta sætaskvísu en hann hatar tækni eitthvað og alltaf að gera Firebird bílinn sinn næs, skilur Við ætlum að segja það Gauti núna að fólk, að bifvélavirki geta ekki náð sér í hámennta konu sem að Já, það það sem ég segja Nei Horfið á þessu mynd, skilur hann kannski náði Þú varst ekki að kaupa þetta? Ég var ekki alveg að kaupa karaktersköpunina milli þeirra Sambandi þeirra? Nei, mér fannst það eitthvað svona hann hatar tæknina eitthvað og vill ekki taka þátt í henni en samt bara, þú veist Hann gamaldags Hann gamaldags náungi en síðan ég veit ekki, mér fannst hann bara svona ofta tíðum ekki sannfærandi í hlutverkinu skilur bara leikarnir sjálfur sko síðan sko þegar í fyrsta sinn sem við sjáum tölvukuppurinn settur í hann og síðan fer hann hann fer heim til gæjans já og vondugurinn byrjar að buffa hann og þá segir tölvukuppurinn vilt að ég taki við Það var cool. Það var ógeðslega cool. Já, og það atrið, og sko kvikmyndatakan, ég verði náttúrulega, sko, þó svo þetta siti ekki eftir eitthvað svona mynd sem ég horfa aftur, þá verði ég að viðurkenna kvikmyndatakan var geggjum, hún frumleg líka. Hvernig kameran svona, ég veit ekki hvað heitir þegar bodyriggið fest á þig og hún fylgir þér alveg. Þetta var svona mekanist, svolítið svona. Mekanist, en síðan fór í töðunar með hvernig hann labba alltaf, þú veist ef að tölvan var svona ógeðslega góð í að láta hann slást akkur labba hann þá eins og vélmenni akkur labba hann svona en hann gætt samt verið bara og síðan inn á milli þá samt bara labba hann eins og eitthvað svona en honum til varnar leikarunum þegar hann berst þetta rosa mekanist hann ekki að berst eins og Keanu Reeves í Matrix skilur Nei. Þetta svolítið svona já, fair enough sem mér varst að töf og allt gerist ógeðslega hratt en síðan sko síðan hann alltaf í hjólastólunum milli hann má ekki, gaurinn sem lætur kuppin í hann segir þú mátt ekki láta henni vita þannig að hann alltaf eitthvað feika hann sé í hjólastól ennum milli ég held að það sé mjög erfitt þegar þú getur já, og ert eitthvað já, bara ég nenni þessi ekki en mér fannst líka, þú veist,
þarna lögreglukonan, hún strax búin að fatta að hann að fara úr stólnum. Þú veist, hún bara strax okay, það bara drullundi skónum hans, við sáum á einhvern dróna, hann var einhvers staðar, síðan fundum við stólinn fyrir utan einhvern bar og eitthvað, hún samt ennþá bara en þú ert lamaður, ég skil ekki og bara, come on akkur var hann ekki búin að handtaka hann fyrir löngu, skilur við. Já, en hann hafði reyndar, hann getur örgulega framvisa vottorði, bara, herri, ég lamaður. Ég get ekki... Hann gæti ekki eins og rétt fram vottorði, skilur, hann lamaður. Nei, reyndar ekki, þú skilur. Hann getur bara sagt það. Ég lamaður. Ja, hann getur sagt svona, herri, tjekka í skúfinu minni. Já. Það vortorði. Síðan kemur alveg nettatrið þegar að, þú veist, þetta eru svona 4 skref. Þetta er, veistu hvað, ég fékk smá tilfinninguna á þessi mynd væri eins og cutscene úr tölvuleik. Okay. Að þetta dálítið byggt upp sem svona 4 vondir kallar. Já, en ekki revengemyndir oft þannig? Jú, þú hittir einn, sem ferði næsta og sem ferði næsta. Svo aðalbossinn, fóringinn, endakallinn. Já. En ok, ég skil. En síðan fer hann í þetta, fer og hittir næsta gaurinn og ber hann og þá kemur í ljós gaurinn sem drap konans kemur og hann er svo vondur, hann fattar hvað hann og tölvuköpurinn byrjar að bila, nei Ég verða þess að spyrja út í eitt aðrið ánum fyrir mig það. Erum við óskiljanlegir hérna í þessu? Ekki ég bara... Nei, aðrið þegar hann fer á pubin og hann hittir þann mann. Það er einn af gæjanum. Alltaf fáið popsmell. Já, ég ætla ekki það. Já, fáið popsmell. Nú eru fólk brjálað, þú ert bara smjá... Það ekki. Ok, gerum við greið. Þegar þú ert að borða... Átt fyrir frá magnum. Nei, ekki tala með hann. Nei. Ekki Sko, þetta mættu mjög ekki heima að gera það. Nú getur ekki hægt. Ok. Gæin eru barnum. Einn af þessum 4 sem drápu konans. Og þeir fara hann á bað. Fannst þér ekki pínu fyndi... Fannst þér sumt ekkert fyndi í þessari mynd? Eins og þegar Stem segir Gaurinn spyr, nú er ég óskiljanlegur, hann er ón á vondagæðanum og hann ætlar að fara að pína hann ætlar að fara upplýsingar. En eins og þú segir, hann er ekki töff þessi gæi. Þannig að hann þorir ekki að gera neitt. Nei. Þá segir Stem við hann, herðu, ég get alveg tekið við, en ég myndi ekki að horfa. Þá lítur hann svona undan. Og hann þá er hann eitthvað að skera inn í andlitið. Það kannski, ég og kannski að miskilja að gaurinn ætti að vera harður. Ég túlka aldrei að það var harður. En af hverju, sko, ég get sagt þér af hverju að hann var portræðar sem harður. Þannig að kannski átt að vera bara portræðar sem meira bitch. Af því að í byrjunni þá er hann að gera upp eitthvað Firebird. Já, er það eitthvað bitch að gera það? Nei, það er einmitt. Það er cool, já, það er boots. Ég er að segja að það er einmitt, hann er nefnilega, fyrsta impressioni af honum er eins og harði bróðurinn í Supernatural. Já, ég skilji. Danny, nei, hvað heit hann? Dan. Veistu hvað hann er að tala um? Já, nei, þetta er alveg, ég er að blanka núna. Hann heitir, ég veit hvað leikarn heitir. Ok. Jensen Ackles leikarinn. Já, þú veist hvað hann er að tala um? Já. Hann er svona... Eldri bróðurinn, hann er svona, hann elskar að vera leðurjökkum, elskar bíli sinn og... Það er svo pyrrar að gleyma nafnir hans. Hann settur svona upp og síðan einhvern veginn er hann ekki ságauður, skilur við. Eina sem gerir hann harðan er bílinn. En er það ekki pínu svona, eina sem gerir hann harðan er bílinn, en er það ekki pínu svona twist á þetta? Að þegar oft þessu svona myndum, þá er það harðigurinn, gæði sem hann elda. En í þessar mynd, harðigurinn er ekki hann, það er kuppur. Það er kuppurinn, já. Síðan kemur atriði sem var atriði sem fór mest í töðunar með myndinni. Þegar hann er að slökka kuppnum? Nei, þegar hann hittir... Hakkara? Já, það er eiginlega ég held að mögulega sé það atrið sem smá skemmti myndina. Af hverju? Að því að hann lappar inn í, þetta er svo típist, eitthvað svona, eins og hakkarar er alltaf heimi í einhverju blokk sem er að... Hrynja. Já. Og síðan þegar hann kemur inn til hakkarans, þá er fólk í VR og þau eru öll svona. Já, en hefur hvað? Og það þau eru svona bakgrunnur í tölvuleik. Já, en hefur prófað VR? Já, En maður lítið út eins og fáiði. Já, en þau voru búin að vera hann í marga daga eitthvað að gera þetta. Þú veist, mér varst það ógeðslega fyndið. Ok. Síðan síðan er það ekki bara loka bardaginn sem kemur í kjölfarið af því þegar hann berst við aðalvondagurinn. En þú mátt ekki gleyma þegar gæi númer 3
eldur hann upp á þak eftir hakkaradóti Alveg rétt. og Stem segir, herri, ég ætla bara að klára þetta núna, ég nenni þessu ekki. Já. Og hann bara, hvernig ætla að klára þetta? Og því gæði með byssu í hendinni, því það var stúpid. Ég hefði samanlega, það er pínu heimskulegt. En ok, hann lætur hann skjóta sig í andlitið. Og það sem ég elskaði var að þú veist, þetta er eitthvað brúða eitthvað sem springur. Þetta er ekki tölvugjast. Ég elska það. Já. Og það er svo grafík þegar hann skýtur sig, hann er bara point blank. Já. Og hann skýtur út hausinn sem bara í spað. Já. Á þessi tímapunkti, þá er þetta bara með betri myndi sem ég sé. Það? Veistu það? Og við komum aðeins betur inn á eftir. Já. Af hverju ég fíla hann svona vel. En þetta er ein besta mynd sem ég sé síðustu 10 árin. Ok. Vá. Ok, höldum áfram. Ok. Ég vá. Enda bardaginn, hann hittir fisk. Herðu, við gleymum svo einu á barnum. Já. Þegar Vondi gæinn kemur, með gæinn sem skýtur sig andliti, og hann notar svona nanobots. Hvernig veistu það? Hann andar svona, þykist nærra eitthvað. Já, málið þetta var cool tækni, en það var svo pirrandi hvernig hann notar hana. Hann kemur hann á barinn og það er eitthvað svona gaur sem hann greinlega búin að þekki í mörg ár. Barþjónninn á vondabarnum sem er svona gaur sem hann er svona góður / vondur. Já. Hann er bad guy with a conscience. Já, og hann gerir svona, og vondugurinn gerir svona, Hachu. Já. Sorry, eitthvað, excuse me. Og þá fara svona nanobotar inn í hann og sker hann í spað. Já, sem er ekki gott að fá. Nei, það var kameran zoomar inn. Það var alveg cool atriði, sko. Það var pínu cool. Það var cool dæmi, en hérna, já, og síðan kemur lokabardaginn við þann gaur og mér finnst alveg cool hvernig hann náði honum. Það var cool. Spila á tilfinningar. Spila á tilfinningar og tilfinningarna náðu fram yfir þú veist, kubbin hans. Og mér finnst eitthvað sem hann var með. Mér finnst það líka bara flott slagsmál atriði. Já. Það var vel koreografa. Og þú finnst líka að fylgjast með oft í myndum, nýlegri myndum, þá sem ekki klift, myndalega bara hrist. Ég hata svoleiðis. Já. Þannig fikk ég svona sjá, já, ok, þú veist, að því að svona koreografa slagsmál atriði, þetta er bara svo dans. Mér finnst það töff atriði. Ég veit ekki hvað því fannst. Mér finnst barndagatriðin geggjuð þessar mynd. Mér fannst bara, ég sé bara aðleikarinn sem að var ekki, veist, nógu samfærandi, sem bara leikari. Hefur hann leikið mikið þessu gaur, eða? Já, alveg þannig. Menn segja hann sé svo líka Tom Hardy, útlæslega. Mér fannst það, ég hugsaði það. Það var fyrst sem ég held sko, ég var að horfa mynd með Tom Hardy fyrst. Út á plakatinu. En nei, þetta er ekki Tom Hardy. Þetta eru mjög líkir. Mér fannst það standa sér vel. En ok, þá förum við í lokatriðið. Hann leimur hann að gæja, drepar hann. Það er líka cool, hann skellar hann á eitthvað svona gler fyrir nakkan hans. Og mér fannst töff. Myndi mig á eitthvað, var ekki, í hvaða mynd fær einhver grílukert í auga? Er það ekki James Bond? Dagir 2. Dagir 2? Já, John McClane liggur á bakinu, gæja ofan á hann, brýtar af grílukerti, stingur í auga. Þú dörgult hann á það? Já, það myndi mig alltaf á svona... Þetta var þesslegt. Já. En hann skellar hann á gleri og mér finnst þetta töff að því hann er búinn að fara í alls konar eitthvað svona body modifications, breyta sér og hann með öðruvísu augu og eitthvað. Sem var bæðið cool hvernig hann nota það í liftinni. Það var cool. Já, þegar hann horfir svona... X-ray eða einhvern veginn og skýtur ekki vegginn og splúndast eitthvað tvær svona eitthvað öryggisur eða löggur eða eitthvað. Allavega. Mér finnst töff að sjá svona augun svona blikka, svona tölva sem er að glitsa. Eftir að stingur hann í hnakkan. Það var cool. Ég ætla að samfæra þetta sem góð mynd. Þegar við tökum endan. Já. Ok. Og svo fer hann, að því hann kemst síðan að því að hann var skotmarki í rauninni. Kona skipti einhver máli. Mér finnst það líka alveg pínu cool, því maður heldur þetta sé eitthvað sem tengist tech-bransanum. Því hún var að vinna í okkur fyrirtæki, nördin sem gaf hann úr kuppin, hann var hann í öðru fyrirtæki. Ég ætla hann að þannig. Ég held að þetta er eitthvað svona, já, þetta er eitthvað svona, hún drepin út af eitthvað bla bla. Ég held að hann hefði verið bara svona óvænt casualty, gaurinn. En svo kemur ljós að því að hann er old school náungi, sem vildi ekki láta breyta líkamann sinum. Já. Þá vildi Stem taka yfir líkamann hans að því að þá væri ekki hægt að fokka öst í honum, neitt. Já. En hver er loka niðurstaðan, skilur? Því það, til hvers? Hvað ætla Stem síðan að fara að gera? Býttu, þú veit hvað hann aðeins langt. Já, ok. Býttu aðeins með þá pælingu. Að því svo kemur ljós. Já. Að hann hafa skotmarkið og nördin var heldur að hann sem vondugæðin. En svo kemur ennþá í ljós, ennþá meiri ljós, að Stemma bara stjórnum svo öllu. Hann var bak við allt saman, hann vildi fá eins og segja líkamann hjá sem gæja. Það sem er svo gætt þessu mynd, er að titillin á myndinni fær alltaf að meina hvað þú búið með myndina. Að því myndin snýst ekkert að gæja sig uppgreita sig, snýst að Stem sig uppgreita sig. Já, ok, það make sense. Já, uppgreit er henni nafnið fyrir Stem. Já. Skilur, að hann,
myndi snýstu það og með AI-kaup sem vill uppfæra sig Yfir í líkama Yfir í líkama af því að það er ekkert gaman að vera ykkur kakkalaka tölvuköpur ég get ekki ímyndum með það Sérleika, fyrst sem Já, er það sant? Af því að sko nú til dæmis ef við tölum eins og myndin Hör Ég hef ekki séð hana Þú hefur ekki séð hana? Nei. Vá, það er geðvik svona AI-mynd sko Já, mér langar að sjá hana Ég Hún var að er dreyma að sjá náttúrulega hana allt annað, þú veist, það er basically bara ég ætla ekki, þú veist Það gæði sem var ástökin að ykkur AI-dóti Já, en síðan kemur allt annað Ok, ekki segja mér Nei, það kemur plott, Ok, þú veist, bara ok. horfa á hana skilur. Ok. Ég ætla ekki að segja neitt Ok. Ég ætla ekki að, hún er alveg, þú veist líka bara eitt flottasta artwork finnst mér á mynd ever Ekki bara mynd af Walking Phoenix Jú, með bleikum bakgrunn svona geðveikt svona, Já, þetta er eitthvað svolítið svona já, þetta er mjög áberandi, grafískt, já. þú sér þessa mynd og þú hugsa strax að þetta er þessi mynd þetta Já. er ekki, þetta er ákveðin mynd á honum með eitthvað yfirvarskegg og bleikum bakgrunnur og þetta er óslega cool Ég þarf að sjá hana hún er líka bara, þú veist, að því hún er svo nálægt raunveruleikanum þú veist, eins og já, þú veist, já, þetta er bara svona hluti sem gætu verið að gerast bara eins og í þessari mynd fyrir utan tölvuköpun sem fer inn í mænuna og bara eitthvað þess En þú sást líka, fyrst sem hann gerir stem þegar hann er búin að taka yfir að þess, í rauninni enda myndan því að ég veit hvort þú vil kalla það meðutundun hans eða sálin hans Grey, gæjanum og hann heitir líka Grey hann er til þess að algjörð Grey Já, það er náttúrulega alls ekki meiningin með enska namnu ég veit það, en pínufindi og sálin hans er bara svona hverfur hann fyrir bara inn í eitthvað draumaland þar sem að konan sé þá lifandi og eitthvað bara í smá eins og í Matrix pínu, Já, lifir eitthvað feikheimi og Stem tekur yfir Já. fyrsta sem Stem gerir einmitt er að svo þú skemmtir, hann sleikir þessu puttan til hvers? að því að núna er hann orðið næst í bara human að því hann er fann að finna núna bragð og skilur, ég tók alltaf þannig eins og þú spyrir Var ekki að sleika blóð? Jú, Já. þú finnur það er bragð af blóði Já ég er ekki að segja hann hafa verið að gæða þess að okkur góð mat Hvað fer hann að gera síðan? Er hann vondur? Er hann góður? Hvað gerir hann? þess vil ég upgrade 2 Þess vegna viltu upgrade 2 Já. sjá hvað hann er að gera og sjá batlið sem þeir eiga milli líkama ég er með hugmynd fyrir 2 og ég segja hana Já, og þessi hugmynd kom hjá mér í nótt ég horfði á það back to back upgrade og contact Já, fór svo okkur 2:30 já, Doritos hjálpa vakandi ok, þessi ég eftir að segja 2 Já. hann er on the run Stem já, af því hann kuppurinn Nei, hann er alltaf maður Já, Hann er maður í dag. Mannkuppurinn, já já En væri kuppurinn on the run? Myndu þeir vita að Stem væri on the run? nei, þeim þetta ekki vita það Það væri maður af því það er enginn á lífi núna, það er til dauðis vita af þessum kupp, Já, það er búið að drepa Já, alla það var alveg frumlegt líka að það dóu bara allir já, og líka að þetta var ekki maður held náttúrulega, þetta er gaurinn, þetta er nördi sem er bak við þetta Ég held það Já, Ég en hélt það er cool að var ekki hann. Ég held mega mikið að það væri að fara að vera plottið já, svo held ég líka Ég vissi frá því að hann var að fykta í skíinu þá var ég bara, auðvitað er skígaurinn vondigurinn já, en svo er það Nei, ekki hann var það ekki, hann var bara eitthvað introvert já, það er cool, og ég held líka ég á pínu stressaðurum, á 20 stressaðurum Númer 1 var að löggan myndi einhvern veginn vinna, ég er svo ánæður hún var bara drepin, Hún bara dreifin, skoðin skoðum þetta og annað sem ég á pínu stressaði með er að þegar hann svona eitthvað vaknar í ykkur rúmi og konan segja hæ, eitthvað þá ég fór svona pínu, ekki segja mér eitthvað var þetta allt eitthvað draumur eða eitthvað kjaftaði En af hverju fór kuppurinn ekki bara beint? Af hverju sagði kuppurinn ekki bara Is it okay if I take over? Og hann bara, yes og fyrir bara beint til hakkarans lætur bara taka allt úr sambandi skilur myndin búin já, Við skal tala já, ég Þurfti hann að fara á barinn sko, ég túlkaði Af því þannig það var svona, af því í raun og veru það sem gerist í kjölfarið já, gerist óvart Kuppurinn veit ekki hvernig aðstæðunar enda með því að hann þarf að fara til hakkarans og allt já, dæmi, fara allt í missunni Já. en veistu hvernig ég túlkaði þetta? Ertu í raun að pæli af hverju þurfti hann að fara að drepa alla þess að gauðra og allt þetta? Já, Ég túlkaði þannig að því að hann segir í lokin, Stem, hann segir ég þurfti í raun að break his mind eða hann þurfti að break his mind sjálfur til þess að komast inn í til þess að taka alveg yfir já. þannig ég hugsaði með mér að því að Stem vissi svolítið ekki 100% hvað myndi gerast að hann hefur kannski reiknað með að því svo þú segir hann var bitch þessi gaur og það í öllu þegar hann drepur fólk í þessari mynd og tókst eftir hann ælir, hann alltaf bara hann finnst það erfitt þannig ímyndar að láta velna manneski gegn allt þetta
til þess að taka við, já. Ég held að geta alveg brotið heilan. Djöðut voru þetta brútal, þetta voru sko, mér fannst þetta ógeðslegast atrið vera hnífun. Já, var það. Það var svo fucking gory, sko. Fílar ekki svo stótt? Jú, mér finnst það alveg, líka sérstaklega í svona myndum frekar en, þú veist, ég fíla ekki svo finnst mér ekki mér finnst svo eitt skemmtileg en allar hinnar svo myndina er ég bara þú ert basically bara að pynta mig, skilur þú ert bara að gera eitthvað sem mér finnst vera óþægilegt að horfa á Já, og Helgi vinn minn lét mig horfa á okkur viðbjóðslega mynd daginn sem að er eitthvað trúður sem að þetta er svona svo mynd Er það heitir hún Terrifier? Já, hún heitir Terrifier. Er það hún? Já. Hefur síðan það? Ég búið sjá. Þetta er glötumynd en ég skemmti mér samt. Er það? Já. Ég hati þetta dæmi. Eitthvað sagi gegn píkun okkur konu, skilur. Af hverju er þetta að gera þetta, skilur. Af hverju er þetta til? Útskýra fyrir mér. Af hverju, hvað? Sko, What do you want? Ég veit ekki hvað þú vilt, en ég vil 100% að menn séu saga Þetta gerist ekki alvörunni. Nei, ég veit það. Ég vil 100% óritskoða list. Þannig að þú ert kvikmyndagerðarmaður og þú vilt saga einhverja konu í sundur. Mér finnst þú eigir mig að gera það. Já. Ég persónulega myndi ekki vilja gera svona mynd. Ég vil ekki alveg óritskoða. Það er ein mynd sem er til sem að ég forvitnaðist til að horfa á sem að ég hata að hafa séð og að tilvist þeirra mynd sé til í hausnum á mér. Hvaða myndi það? Serbian film. Ertu búin að sjá hann? Það er ógeðslega mynd sem ég sé. Já, en þú veist, mér finnst hún ekki eiga, að því mér finnst Terrifier alveg eiga rétt á sér, bara að sagja eitthvað í 20 og eitthvað, en kynferðisofbeldi gagnvart börnum í mynd, þú veist, og bara gert til þess að skemmta einhverjum. Nei, það er ekki málið. Ég las viðtalið leikstjóran. Já. Að því þessi mynd er frá Serbíu. Já. Kona mín frá Serbíu líka. Já, er það ástæður sem horfður á hana? Nei, ég heitlaði með þetta eitthvað sem heitir Serbian film, skilur við? Mér finnst að Serbar ætti að reyna að drepa hann einhver, skilur við? Ói! Fyrir að hafa gert þessa mynd. Nei, við viljum ekki sjá það. Nei. Þetta var nú grín. Já, þetta var grín. En leikstur það, ég er náttúrulega, við ekki það alveg, ég er ekkert búin að kynna almennilega pólitískt landslag hann í Serbíu. En leiksturinn, Er leiksturinn? Hann er Serbi. Já, ok. Og hann sagði, í rauninni, að það sem hann var að segja með þessari mynd, þetta var eitthvað svona viss ádeli hjá honum. Og ástæðan er svona svakalega gróf, ef ég skil hann rétt. Hann vildi meina það að svona kemur ríkisstjórnin fram við sína þegna í Serbíu. Og þá er ég ekki að tala bókstaflega. En konan er frá Serbíu, ég ætla ekki að fara að tala fyrir alla Serba. Nei, þú bara kallt ekki eins og dyrvarst. Bara að reyna að tala fyrir Serbíu. En þetta er sem ég skildi af þessu viðtali síðan það. Mér finnst þetta tilgangs algjörlega við skulum hafa á hreinu, ég spólaði náttúrulega bara í gegnum þessa mynd. Serbian film. Og ég vissi ekki hvað ég var að horfa á. Og ég mæli innilega með því að ég horfi ekki á hana. Af því að við erum að tala um alveg svona mjög grafískt kynferðisofbeldi gagnvart börnum, skilur. Ógeðsleg mynd. Alveg viðbjóður. Það er bara, þú veist, það er bara að vera nauðga börnum í myndinni og það er bara sýnt. Og það er, og auðvitað ekki alvörni, en þetta er leikimynd. En hún er alveg gjörsamlega, þú veist, ég hef stundum svona bara hugsa til þess, bara ég vildi óska þess bara ef ég ætti eina ósk, það var bara að þurrka þessa mynd úr hausnum á mér, sko, og fucking viðbjóður. Að ég meiri segja, þú veist, I'm okay with bara, þú veist, bara Human Centipede, sem er önnur bara svona tilgangslaus. En mér fannst hún nefnilega öðru sem Serbian film, af því mér fannst hún bara eitthvað, ég ætla bara ekki rókið. Af því leikstunum virðist Hefur þú séð 2 og 3? Já. Ég ekki séð 3, ég séð 2. 2 þegar gaurinn hún er svartkvít. Er hún ógeðslega neitt? Já. Tölvert. Og tölvert ógeðslega. Já. Ég bara get ekki svona. Ertu búin að sjá 1 og 2? Nei, ég sá bara 1 og síðan ætla ég ekki að sjá hinnar. Nei, en 2, þegar ég horfði 2, þá er ég eins og þú. Ég var bara eitthvað, þetta er tilgangslaust. Það er ekkert mál að gera bara eitthvað ógeðslegt. Nei. Það er ekkert mál. Ef þú ekki fullt af peningum og þú hefur bara sagt þau, gauti, gera eitthvað ógeðslegt. Þá myndir þú bara vera að saga konur í tvent eitthvað og eitthvað ógeð. Það er ekkert mál.
En mér varst hann bara ekki verið að segja neitt í En Human mér, Centipede. þú veist, þó svo að leikstjórn hann í Serbian film segi það kannski, þá fannst mér að ekki, veist, það á engan hátt túlka ég pólitíska ádeilu af þessar mynd. Nei, en ég náttúrulega spólaði gegnum hana til að byrja með. En hver eru við að dæma? Af því að list fyrir þessa mannesku þýðir ekki alltaf sama fyrir aðra mannesku. Ég bara verð að segja að mér finnst bara kynferðisofbeldi gagnvart börnum aldrei að rétta sér í ekki hvort sem að ef það er notað til skemmtunar af því að við skulum viðurkenna þó svo að leikstjórinn sem er eitthvað að sína á eitthvað þá eru flestir að fara að horfa á þetta í þeim tilgangi að fyllast viðbjóði, skilur af því að þeir hafa gaman að horfa á okkur góri eða eitthvað dæmi og mér finnst bara aldrei mér finnst þetta aldrei vera skemmtunar efni, skilur Nei, fyrir þig mér finnst þetta eigi aldrei, mér finnst ef að einhver hefur gaman að þessu þá hann að kíkja á sig þá finnst mér finnst mér alls konar ógeðslegir hlutir þá mannski, skilur en mér fannst stundum þess að ég horfði á þessa mynd mér fannst hún áhugaverð auðvitað er hún áhugaverð hún er áhugaverð bara alveg eins og bara bílslýs er áhugaverð, skilur en finn, eins og þú talar eitthvað þú kannski grínast en myndir alveg vilja bara... Nei, auðvitað ekki, 100% ekki. Myndir vilja bara, hún er bara þurrk út, þetta er bara... Myndin. Hann má ekki gera svona myndir. Þá ertu komin út í ritsko. Ég veit það og ég persónulega er auðvitað á móti ritskóna eitthvað nátt, en mér finnst það verði að vera, sko, til þess að samfélag gangi upp, verði að vera einhvers konar lög og reglur. Já, en við erum að tala, þetta er fiction, þetta er ekki alvöru. Já, en ég held að það gefur samt líka mönnum, einhvers konar ákveðnar hugmyndir. Skilur. Heldur það? Þá getur alveg sagt að tölvuleikir hafi verið ástæðan fyrir að Columbine skotárásinn að þið hlustu á Marley Manson. Já. Ég er búin að stilla hann vekk. Já, algjörlega. Ég veit hvort það fara og ég er 100% sammálaðið með þetta að ég held að sé ekkit samansammerki með þess að fara og dreytir fólk út á götu GTA eða ámáta þessu. En þetta er samt rosalega grafískt dæmi. Sammála. Síðan er annað. Það eru börn sem leiki í svona mynd. Já, sem er steikt. Hvað foreldri leyfir það er nefnilega máli. Og því mér finnst það vera ofbeldi gagnvart þeim börnum því sama þó getur sagt já, þau vildu leikinni eða þau fengu pening eða foreldrarnir leyfðu það eitthvað. Börn hafa ekki vitsmunalega getu til að taka ákvörðun hvort þau vilja vera með í svona viðbjóð ekki. Þannig að til framtíðar er litli strákurinn sem leikur í þessari mynd er gaurinn sem var nauðgað hrottalega, skilurðu, af einhverjum gaur í myndinni og hann er að öllu líkindum að fara þjást fyrir það fram í framtíð, skilurðu. Þannig að mér finnst, ef við horfum á, þú veist, það með ekki ritskoða list, en mér finnst alltaf að það með ritskoða eitthvað þegar kemur að velferð barna. Ok, þá ætlum ég að spyrja það, þegar nú er einn frægasta hryllismynd allar tíma, The Exorcist. Já. Það er 12 ára stelpa sem leik þar, hún að segja alveg að viðbjóða þessu mynd, fólk var að æla, kemur 73, það var enginn að gera svona myndir þá. Hún er ógeðsleg, ok, það er ekki verið að nauðga mitt börnum eða eitthvað í þeirri mynd, en jú, samt, af því að djöfulli tekur krossin og þetta er ógeðsleg mynd. En áttu að banna hennaleiki í henni? Ég held að hvað er línan? Hver ákvör hvað línan er? Ég bara alltaf þegar kemur á börnum. Sko, Exorcist náttúrulega ein og sér er náttúrulega einhvers konar listaverk sem lifir, en mér finnst við alveg skoða það, alveg svo mér finnst ekki að við eigum að reyna að þurrka út söguna, skilurðu, mér finnst ekki bara þjóðverjar á seinni heimsstyrjöldin, skilurðu, mér finnst að gangast að viðbjóðunum sem átti sér stað einhvern tímann og læra af þessu og læra af því, en mér finnst við ég meina, þú veist, bara alls konar ofbeldi frá leikstjórum sem að viðgekkst í bíómyndum bara eins og í Shining, skilurðu. Það sem að leikkonan var látin gangi gegnum þar er eitthvað sem að myndi ekki vera liðið í dag, er ekki liðið í dag og ég held að sé, en auðvitað frábær mynd sem situr eftir, en mér finnst samt sem ára við hefum ekki endurtöka sama leikinn, skilur mér finnst við hefum að læra af því og mér finnst að við hefum frekar að reyna þá að fá unglegt fullorðið fólk til að leika
því það fullt af 18 ára fólki sem lítur út fyrir að vera 12 ára eða 10 ára, skilur. Næstu veitum þá frekar að vera með fullþroska heila sem taka þá ákvörðun það hvort þeir vilja leiki einhver eða ekki, sko. En þá ertu líka fann út í það að það eru foreldrar sem ber ábyrgð. Ég get ekki ákveðið hvað aðrir foreldrar að gera með börnunum sínum, skilur. Þá ekki að tala auðvitað, mátt ekki gera ólöglegt, en ef að þú ert foreldri, þú átt 12 ára barn, og það kemur til í leikstjóri, ég að gera mynd sem heitir Exorcist, mér langar að fá dóttur þínu til að leika í henni. Ég get ekki ákveð fyrir því hvort þú segir já eða nei. Af því þú ber ábyrgð á barninu. Já, nei, þess vegna eiga að vera skýrari reglur, hvað var að börn. Í bíómyndum. Bara almennt í lífinu. Hvað var þar, veist við, ég var alveg að hlusta á Ásmund, hjá Sölva, barnamála, félagsmálar á þeirra. Já, ég eftir að hlusta hann. Hann með hann með merkilega svona sín á það, þú veist, að færa valdið meira, opna meira á að krakka geti tjá sig málunni og hvort að ég lækka kostningar aldurinn og svona alls konar pælingar. Hann var ekki að segja 12 ára, skilur við. En þú veist, ég var líka bara, það alls konar hluti sem að viðkoma börnum sem að þau hafa ekkit neitt að segja með, skilur, og það ekki hlusta á þau og það allt bara fullorðna fólki sem að látið í þá stöðu að tjá sig alls konar hluti. Ég held að við getum lært fullt af krökkum líka. En það er samt erfitt eitt í þessar umræðu, því ég skil hvað að tala það er eitt erfitt í þessar umræðu, að það er rosa misið hvernig börn þroskast. Og ef það er að lækka kosningaldurinn, sem bara niður í, ég veit ekki, hvað hann að tala 16 eða eitthvað, það er ekki allir 16 ára jafn þroskaðir. Það er ekki allir 32 ára jafn þroskaðir. Nei, ég veit það, en þú ert orðið fullorðin. Við erum sammála það eftir ákveðin aldur, þú ert ekki fullorðin 16 ára. Skilur hvað við? Já, ég er sammála. En hvað segir það? Hver sagði reglurnar þú þarfst að vera fullorðin til þess að hafa skoðun á okkur? Við erum alltaf byggðað til. Ég veit það. Já. Það hendaði fullorðnum. Já, en mér finnst svolítið, þú veist hvernig krakkar eru. Þeir eru ekki komni með, að þú ert að kjósa, þú ert að ráði hver stjórnar landinu. Og mér finnst þá vil ég frekar að meira þessi fullorðinu. Ég er ósammála, því mér finnst, því það endar alltaf með að sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn, hvað meinar þau? En það er því við erum svo fljót að gleyma. Það er því við erum svo ógeðslega fljót að gleyma og fólk að bila, skilur við. En hversu lélir eru þá hinir flokkar? Ég frekar á að banna fólki yfir 70 að kjósa og leyfa ungu fólki að kjósa. Allan að keyra. Bara af hverju á ég, og ég bara með, ég bara don't quote me on þess að ekki skrifa einu helvitis fucking fréttum þetta. Nei, ég er að tala bara einhver sem er að hlusta. Af hverju á fólk sem er nær moldinni að stjórna því hvernig lífið verður hjá mér eftir einhver ár? Það er galið. Af hverju er pólitík alltaf að hugsa í fucking 4 árum? Þetta er alls konar galna pælingar. Ég fíla ekki pólitík, sko. Mér finnst það allt bara, ég ætla ekki til pólitísk umræðu. Allt er pólitík. Já, en þá er ég að tala um stjórnmálamenn. Ég heyri bara á þér að þú ert með mjög miklar pólitíska skoðanir. En þú getur sagt, ég hef ekki gaman af stjórnmálamönnum. Já, ég meina það. Já, fyrir ekki. Það er rétt sér. Ég hef ekki gaman af stjórnmálum yfir höfuð, þessu batteri í kringum þetta. Fyrir mér er þetta eitt stórt leikrit. Ég er á því að engin, aftur, don't quote me on this, engin ætti að fá að sitja lengur en svona 6 ári stjórn. Já, ég er saman. Og þá kemur einhver með mótrök, þá þarf að læra inn á þetta, þú veist, hætti að verða spilt, hætti að verða alltaf spilt. En það er bara mannlegt eðli. Ég held að við ef við myndum núna fara í stjórn og eignast milljarð, bara ég og þú, erum spiltir. Spiltir. Ég hef bara ekki trú á mannkinni í stjórnarstöðu. Nei, svo það er líka annað. Ég held að alltaf einhver staðar á leiðinni upp. Ég held að á leiðinu upp getur verið með rosalega fallegar skoðanir og pælingar, en leiðu út komin upp og
byrjar að stjórna einhverju, þá held ég að það sé alltaf einhver hluta sem spillist. Já. Sérstaklega líka að þetta þú veist, peningaöflstjórna og þetta er svo mikið bullshit politík, það er ekki hver sem er rödd. Ég til dæmis miklu líklari til að fá viðtal við stjórnmálamann heldur en nonni hérna hliðin á mér, skilur við? Já. Bara því ég er orðin þekkt andlit og heila bara það, skilur við? Já. Þannig að þú veist, við stöndum ekki jöfn að neinu, skilur, þetta er algjör fucking stéttaskipting og valdabarátta og ég hata það. Já, en málið samt, við getum aldrei orðið jöfn. Af því að gæði við hliðina þér. Ég vil ekki að við séum jöfn. Nei, það er bara ekki, svo hugsjón, hún bara gengur ekki. Af því að ástæðan fyrir því, ef að gæði við hliðina mér, hann er stærri og sterkar en ég, kannski, þá erum við strax bara ekki jafnir. Eða hann er hærri en ég. Já, eða hann er þyngri en ég. En ég held, þú veist, eins og ég með mínar, þú veist, stjórnmálaskoðanir mínar eru rosalega næf. Það er bara, ég vil fá jafnan grunn fyrir fólk. Ég vil að þú lappir jafnt, allir lappi jafnt að heilbrigðiskerfi, menntun og einhverjum svona grunn húsnæðismálum, ekki spyrjum út í það því ég er ekki búin að útfæra það pælingu. Nei, ég ætla ekki að spyrja út í það. Og þú veist, sálfræði þjónusta og læknisþjónusta, mér finnst að enginn hætti geta borgað sér fram fyrir neitt þar, mér finnst að öll börn eða að fá jöfn tækifæri í námi, þú veist, mér finnst ekki að ætti ekki vera löglegt fyrir neitt að vera með einkarekin skóla sem kostar meira að fara í og þar eru flottari kennar og nemendur. Og síðan bara eftir það bara go fucking wild, borðaði gullpopp og bara þess búið til hallir og bara do whatever, sko. En svo lengi sem að allir, bókstaflega fucking allir, eru með einhvers konar grunn til þess að styðjast við og öryggisnet, ef að þú við verðum að hjálpa litla mannum. Ég er þar. Við verðum að hjálpa fólki sem bara er ekki með líkamlega eða vitsmunulega getu til þess að sjá sig 100%, skilur við. Og ef að því fylgikvillar þess að einhver misnóti kerfið, þá er ég alveg til í að við leifum því að slæta að því að fleiri njóta góðsæði. Svona í alvörinni. Ég væri meiri sett, segjum af 10, ef ég myndi hjálpa 3 og 7 myndi svíkja, þá er ég frekar til í að hjálpa þessum 3 heldur en að gera það ekki. Okay. Ég veit ekki, kannski bara, veist, það er bara mín skoðun. Mér er drullu sama. Ok, bara eitt í lokin með þetta, svo fyrir að tala um eitthvað skemmtilegt. Pólitísk bíó, bla bla. Ég er það sem ég trúi í raunin á, í sambandi þetta, að eins og tala þetta, við höfum öll að vera jöfn, allar að jafnir. Bara sorry, við erum bara ekki jöfn. Og það er ekki nefnilega með pening að gera. Við erum bara ekki jöfn. En hins vegar eiga allir rétt á sömu tækifærum. Það er munur. Það er munur á þessu. Lífið var ekki skemmtilegt að það var ekki einhvers konar keppni. Já, algjörlega. En ég meina lífið snýst bara það. Survival of the fittest. Ég var ekki til að fara sjómann við þig ef að bara, ég myndi bara vita að það var alltaf jafntöfli og hendi myndandi að hreyfast, skilur. Nei, að förum við bíómyndutal. Já, förum við erum bara eitthvað helvítið pólitískt tal. Ógeðslegt. Það var samt gaman. Ok, erum við ekki bara búinir með uppgreitt? Jó, niðurstaðan var, sko, kontaktaði mjög gaman að uppgreitt var ekki, fyrstvæði Bobby. Ég var ekki þess, ég bara, og meðan skríti kom fekk góða dóm, ég var viss það, að ég fer alltaf svona eina Rotten Tomatoes, sko, meðan það vera meira, mér finnst það meira sanns en IMDb, mér finnst IMDb alltaf að gefa svona brenglaða skoðun. Það er líka bara hver sem getur kosið þar. Er Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes er aðalega gagnrýndur. Mér finnst svo næs við það að geta skoða hvað fannst áhorfendum og hvað fannst já, það er sikkert skorið, já. Og því stundum er audience skorið miklu hærra eða öfugt, skilur við? Og kom mér á óvart hvað hún fekk góða dóma, bara 86-90, sko. Ég er sammála. Já, þú ert sammála, já. Mér finnst það bara ég hugsaði með mér, eða af þessum myndum, ég hugsaði með Gaut, að ég þekki ekki alveg þinn kveimundismæk. Nei. Ég hugsaði með mér, hann áttur að hata kontakt, hann áttur að fíla uppgreitt. Það er aðeins meiri keisla í uppgreitt og kannski margir myndu segja hún sé skemmtilegri. Það er hasar, það er smá ofbeldi og það er eitthvað svona plott. Þannig að þú kemur óvart. Þú sér listamennu eftir, þá fattar þú aðeins meira hvað fílar? Já, eða svona
eins og af sci-fi dóti þá finnst mér svona raunverulega sci-fi skemmtilegri heldur en eitthvað með litlu tvisti, skilur við Já Gef mér smá popsmellir Ok, þú ætlar að koma í lista Það er mikið ofbeldi Popsmellir, þetta er svo gott Sko, ég var eitthvað þú mynd sjá hvað myndir ég fíla sem ég lesa listan ég alveg vá, svo lítill listi og Þetta er 3 myndir nei, þetta er eitthvað 12 myndir og ég fóð bara eitthvað svona 150 sci-fi myndir og síðan svona var ég að skrolla og taka út það sem ég fílaði sko hérna sko mér fannst til dæmis eins og sko þetta er náttúrulega þættir ég veit að þetta er mynd en Westworld þættinir fyrsta sería Gæðug beautiful fucking sería En svo er það búið Svo er það búið Já. Varstu 2 Nei, ég hætti Ég líka Ég kláraði 2 og svo er ég búið Ég horfði á svona 3 þætti af annari seríu hafa búið að eyðileika konceptið, fannst mér en fyrsta serían algjörlega, þú veist og ég er alveg, þú veist, ég er ekki pirraður eða neitt, ég er bara, I'm okay with it skilur, þetta var bara, þú veist það var eiginlega öllu svarað, skilur það er ekkert eitthvað, ég situr ekkert eitthvað brjálæðislega mikið eftir af einhverjum sem ég verð að vita eitthvað, þetta var bara geð cool perioda cool hérna ég líka fatta ekki fyrst þegar ég var að horfa sko, hvort þetta væri, þú veist, sýndaveruleiki eða alvöru garður já, ég fatta ekki alveg fyrst ég þurfti að horfa fyrst að þetta aftur af því ég var bara ok, ég fatta ekki alveg, þú veist, ég skildi ekki alveg hvað var að fara inn á, ok, ég skrifaði sko, Black Mirror alltaf með það er svona svo erfitt að pinpointa Black Mirror er alltaf svo mismunandi misgóður líka já, misgóður og hérna ég vil það gott maður ég veit það maður popmellur, ok hérna vel skrifa alltaf nýr leikstjóri á hverju dæmi, eða ekki? Jú, ég held að, er þetta ekki líka allt ég er ekki múið að sjá alla, en er þetta ekki allt standard á þættir? Jú, allt standard á alltaf hérna, alltaf nýsa mér fannst það ógeðslega cool konceptið hana Black Mirror hérna svo eitthvað spilað skilur þú kannski alltaf ráðið hvert hann fór spilaði það ekki? Nei. Vá, þú sem bíónörd þetta er á Netflix ég man ekki hvað þetta heitir þetta er hérna þú veist, þetta er 7 klukkutímar eitthvað ef þú spilar þetta sem lengst þá kemur bara hvort vilt að hann dreipir sig eða taki e-pillu og allt, þetta er ekki alltaf að leiða þið upp að einu svari skilur, það er alveg alls konar mismunandi outcomes ógeðslega cool dót sko. Ég er engin hardcore Black Mirror gæi Nei, en horfðu á þetta er alveg svona, mér fannst þetta að vera svona merkilegu bara atburður í þáttasögunni, skilur við Já, geta valið Nei, það er náttúrulega, hefur verið gert áður en bara hversu flókið og díteilað valið er og hversu margir outcomes eru Ok Klæði svo Herri, ég skrifa Starship Troopers Gæðugmynd Já, en það er svo langt síðan ég sé hana þannig að minningin af henni er svona Hún er ennþá gæðug, tristu mér Hún er ennþá gæðug Já, er hún fyndnari en maður held Þetta er alltaf bara svört komedía Þetta er komedía Hefur alltaf verið það Já, en ég náttúrulega var svo ungur þegar ég sá hana fyrst Þannig ég kannski lesi hana sem bara hryllingsmynd En hún var svo miskilin Já Á þessum tíma Og var hann ekki brjálæðislega vinsæl? Nei Hún var það ekki? Nei Þetta var miklu meira svona kultmynd Fyrir mér, þá er ég að horfa á þetta eins og þetta sé bara eitthvað svona box office Bara Jurassic Park þú veist kannski helmingurinn að eitthvað, skilur Nei Alls ekki bara Ekki þannig, hún var svona smá flop Er stór leikari henni? Nei, ekki þannig heldur. Nei, ok, Hún er æðisleg Já, ég þarf að horfa á hann aftur hún er svona á to-do listanum minn sko. Moon er bara ég segi top 5 uppáhaldsmyndinu mínar all time Gæðugmynd Klikkumynd, sko Og hérna allt við með það vera svona hlækja svo í nefið Pipardufti komið í nefið mér finnst sko Moon vera þú veist, þessi fullkomna sci-fi mynd þú veist, af því að hún er svo raunveruleg hún er svo mannleg og hún er ekki í raun og veru fyrir að plotti kemur sem hún er bara wow, wow og hérna Ray B.S. Kevin Spacey leika velmenni henni Já, en mér að maður getur svona að horta á Já, ég er að tjóka sko En sumir eiga Hvað hét velmenni Kevin í myndinu? Manst það? Í maður
geðveik mynd samt. Nei, ég á ekki erfitt með að horfa á það, skilur, ég bara, þú veist, bara, skulum ekki ráða hann í fleiri hlutverk, skilur, en þetta er samt geggjum mynd. Já, en það er mitt dreigið línuna. Bara ekki að ráða hann í framtíðinni, en ég get alveg ennþá hort á Seven. Já, þú veist, sko, ef þú myndir fara að reyna neitt, sko, þetta er svona, veist, þetta er náttúrulega bara svona, kannski siðferðislegt uppgjör sem maður þarf að eiga við sjálfa sig. Að því mér líður ekki eins og ég sé að styðja við Kevin Spacey og gjörningin hans með að horfa á Seven, skilur, Seven er geggjufokki mynd, það er ein besta mynd sem hefur verið gerð. Bara fakt. Sammála. Ruggluð. Sammála. En líka, ef þú ert að sniðganga Seven í dag, ég veit aðeins tala um þetta í podcastinu, ertu þá ekki að dissa svolítið leikstjórum sem gerir ekki neitt rátt af sér, alla aðra leikara, allt krúið, allt liðið sem vann við þessa mynd, út af einu manni? Jú. Mér finnst það svolítið skrítið. Þú veist, ég skilða alveg. Og mér finnst þetta er svo, þú veist, ég á erfitt með að hlusta Michael Jackson í dag. Já, er það? Já. Þó að þessi raunin ekki, að ég er alls ekki að dæma af það á, ég trúi reyndar þessu strákum. Já, ég trú, eftir að hafa hort á myndina, þú veist, þá á ég erfitt með að trúa í af hverju þú myndir, þú veist, það er löngu búið að borga þeim ógeðslega mikinn pening fyrir að þegja og bara halda þeim uppi og alls konar dót, skilur og flestir í góðri stöðu, skilur, sástæðlega þessi gaurar, margir af þeim eru bara mjög successful, skilur, þannig ég sé ekki að þetta sé endilega eitthvað svona peningadæmi. Þú veist, já, ég veit ekki, þú veist. Þannig þú átt að erfitt með að hlusta tónlistar í dag? Já, ég hef ekki, það dregur enginn úr Thriller, skilur, það er bara besta plata sem hefur verið samin, en ég get ekki hlusta á hana alveg eins og ég hlusta á hana. Það er mjög eðlilegt. Ég, svona, þú veist, það er enginn að fara að neita fyrir snilliga á mannsins, skilur. Þetta er bara myndir ekki að þetta vera eitt besti tónlistamaður. Númer 1 bara, þú veist, bara fucking. Finnst hann bara að vera svona Jordan í körbolta fyrir tónlist að Michael Jackson? Já, eiginlega, ég myndi segja það. Fyrir mig, sko, Kanye West er minn svona uppáhalds, en þú veist, Michael Jackson inspira Kanye, skilur, þetta er svona. Já, ég skil þig. Það er svo margir sem fengu inspiration frá honum. Alveg ógeðslega mikið af liði. Herri, ég skrifa, Moon, hún var geggjuð, og líka bara svo gaman, hérna, þú veist, bara þessi einleikur, þú veist, bara vera einn og geta gert svona amazing mynd. Hann er rosalega í henni. Independence Day, skrifaði ég, það er ekkert svo langt síðan ég horfði á hana og hann var ekki jafn góð og með myndi. En hún er skemmtileg. Já, hún er skemmtileg. Þetta er skemmtileg mynd. Hún er skemmtileg, sko. Og hérna, veist, Will Smith er bara eitthvað svona algjör auðli, þú veist. Hann er ekki með svona eitthvað vonlega, ég er bara dýrka Will Smith. Já. En hann er með svona, já, minnst húmor ekkert svaklega góður í henni. Inception. Kekju. Og bara, þú veist, aftur, einhver svona pælingar sem að er ekki, þegar þetta er svona, minnst allt svona fucking with your head dæmi, verður svo skemmtilegt. Og hún gerist í rauninni mestuliti bara inn í haus og gauði. Já. Ef þú pælir í því þannig. Mér finnst það ógeðslega cool. Mér finnst allt svona, og draumar, allt svona draumadót finnst mér alveg gjörsamlega geggjað, sko, ég dýrka það. Sammála. Og hérna, líka ég var að lesa á Vice, að þeir eru, þú veist, okkur vísindamenn sem eru nýbyrjar að ná kommunikata við fólk í REM-svefni. Þegar það er svoandi. Já. En þú veist, fólk er samt bara að ná eitthvað svona, þeir eru bara, hvað er 2 + 2? Og þeir eru bara, 8! Þú veist, það er bara, þú veist, þetta er eitthvað svona, þú veist, það er engin framför ennþá, skilur. Við erum bara sannst í ruglunni þegar við erum svoandi. Já, veist ég, en þú veist, pældi hvað væri, því að einn daginn munum við geta tengt fólk, ég bara trúi því. Meina þá getur... Alveg eins og það... Ég geti farið inn í draumið þinn, ertu alveg það? Ég held það, já. Svolítið svona eins og Inception? Ég held það, sko. Miðað við hvernig tæknin er núna, ef þú hefði sagt fyrir 50 árum með eitthvað að það var að græða hendur á fólk hefði verið bara gleymt þessu kjaftaði, skilur við. Já, en mér finnst það samt, ég kaupi það frekar heldur að tengist draumum. Já, en síðan veist ekki, alveg svo vorum að tala um á með trú og svona, við vitum ekkert hvað við erum, eða hvernig við virkum, eða á hvaða bylgjusviði, þú veist, alveg eins og að bara bíflugur sjá öðruvísi heldur en manneskir sjá í svona patternum og ég man ekki hvað ég var að hlusta á daginn sem var Bíflugna podcast hvort það hefði verið í hérna Why We Sleep bókinu eða eitthvað en hérna, þú veist, þannig að það er alls konar dót sem að er engin útskýringa á ennþá og ég, þú veist, ég sem að er ekkit svakalega svona trúaði maður vil fá að halda í þetta, skil, ég vil fá að halda í trúna við náum að
bulla eitthvað svona með hausinn á okkur, sko. Já, bara eins og með draumana. Já. Að við getum, þú getur þess að þú sefur hliðan á konuninni að þið getur deilt draumi. Já. En myndirðu vilja fá hann inn í alla þínum drauma? Nei. Sambandi myndi kannski ekki endast lengi. Nei, þú veist, samt 90% af draumunum eru bara eitthvað... Þú stjórnaði mig. Þú ert bara eitthvað, mann dreymir stundum bara eitthvað að maður geti ekki tekið upp lyklana aftur og aftur. Heilin bara bara síður á honum, sko. En ég var að segja stutt, ég veit að þú hatar það fólk segir, veistu ekki hvað við dreymdi í gær? Nei, það Arnar, maður. Ok. Ég dyrka það, sko. Þetta er bara mjög stutt, að ég er ekki, mér finnst ekki gaman hlusta okkur að langa draumasögu. Ég vil það, hvernig var það? Það er bara 2 dagar síðan við dreymdi það. Því ég ætla að eignast stráki minn og þessi búið að vera krefandi, skemmtilegt en krefandi og mér dreymdi að hann væri aðeins að eldast og þá fær hann í gegnum, og þetta er bara normið í þessum heimi, þessum draumaheimi, að þegar við eldumst, þá göngum við í gegnum ákveðið kattatímabil. Þetta er steikt. Ég hef ekki getað búið það til. Og hann var orðin þá, að því núna er að vera 3 mánaða, og þá var kannski orðin 6 mánaða, þá breytst hann í kött. Hann var hvítur köttur, bara alveg eins og köttur, með 4 fót, hann var aðeins meira, andlitið en svona skrýtnara. Þessi köttur sem ég sá í draumnum er ekki til í alvörinni. Það var svona aðeins lengra og lengri eyru og eitthvað, en það var svona í rauninni köttur á 4 fótum. Svo leggst hann á bakið, af því að strákur minn er ekki byrjað að tala, og hann segir fyrsta orðið sitt. Og ég man ennþá hvað það var. Hvað var það? Það var, að því hann lá svona, hann var í einhvern veginn, sat ég svona á gólfinu, með glenta lappur, hann var svona, hann var í klóðun á mér. Og nakkinn hans var, og hann horfði svona upp á mig. Og hann segir, þetta finnst mér gott. Sko, ég skil ekki að hverju fólk hefur ekki gaman af draumasögum. Þetta er bara bull. Já, en sko, bull er að besta sem við eigum. Bull er langt skemmtilegast. Hvað mennur? Ég er með podcast sem er bara bull. Já, ok. En þú veist, það fyrir eftir í hvort að, sko, ég segi hvað mér dreymdi. Ég var að labba, og ég veit ekki hvað, en núna er þú bara, já, mér dreymdi að sonum minn þurfti að gangi gennum kattatímabil og hann lagðist á bakið, hann var öðru sköttur og hann sagði, þetta finnst mér gott. Þetta er svo súrrealist dæmi að ég dýrka þetta, sko. Ok. Ég er svona, og líka svona vonlænur draumum finnst mér svo fyndir, sko, þetta er svo stúpid dæmi, þetta er svo Bjössi vinur minn að segja mér, hann dreymdi sko og vorum að keyra Hvalfjörðinn og það byrjaði að rigna eðlum og einn svona hvað heitir það, Komodo-dreki, já. Það er lent svona á húddinu og síðan sagði hann, jæja, þá var hann kominn til að vera og síðan vaknaði hann og sagði mér frá þessum draumi og maður spilaði á landi, hann bara, ég verði að segja hvað mér var að dreyma og ég alveg, ok. Og síðan er ég bara, hvað er þetta fucking tala skil? Og maður getur ekki svo búið það til, sko. Þá er hann kominn til að vera. Þú veist bara, og þetta er svo eðli, og ég dýrka þetta, sko. Ég hef alveg stödd, nei, og ég hef alveg svona, ég hef alveg farið í svona, hvað heitir það, ekki, ég hef svona lucid dream, þegar þú getur farið inn í ákveði ástand. Já, getur stjórnað þessu aðeins. Fyrir upp í rúm. Hvað heitir það? Það er ekki lucid dreaming, það er svona þegar þú sopnar en ert samt vakandi, þú getur myndað svona ástand sko með að bara vera alveg kyrr og ekki. Er það ekki lucid dreaming? Ég man ekki hvað þetta heitir. Ok, eitthvað. Nú er eitthvað að öskra okkur. Já, bara þetta. Já, ok, ekki senda okkur neitt. Nei. Jú, sendi okkur. Sendi Gauta, ekki mér. Já, ekki senda mér neitt. Herri, ég skrifaði District 9. Geggjuð. Og back to back við Attack the Block. Geggjuð. Sem ekki að þau ekki með. Akkur fílar ekki uppgrind? Þú ert með góðan smekk. Ég veit það ekki. Þú vil sopna? Nei, það var bara eitthvað. Ég veit ekki hvað var. Kannski það er að horfa hann aftur eða eitthvað. En sko, Attack the Block er svo geggjað. Það, hún er breski græmgur, eitthvað svona. Það er svona... Það er swag. Hann er núlega með swag. Já. Aðalgæðin. Já, hann er nettur, skilja. Þetta er bara einhverju breskir gettogaurar. Og bara, þú veist, það er eiginlega ekkert harðara en breski gaurar sem eru harðir, skilur, sem eru með reyminn. Já, finnst þið það? Já. Harðara en að þú ert með Amerikana. Fuck you up, mate, skilur. Já, ég er alltaf hrættar við þennan gaur. Gaur sem er reiki í einhverju joggingala. Fuck, maður.
Ok. Herri, ég skrifaði District 9 var líka svo cool, bara eitthvað svona sýndi skýtlegt mannlegt eðli og við varum að setja þau í, veist, bara eitthvað svona útrýmingabúðir í raun, flóttamannabúðir. Já, þetta var algjör ádela. Menn að ríða þeim og eitthvað svona eitthvað viðbjöður, sko. Maður ekki, það var svona hóru. Vá, ég var búin að gleyma því. Já, þetta var bara, þú veist, bara flóttamannabúðir og bara lítil börn og síðan, þú veist, voru prostitutes og svona alls, sko. Þetta var bara... Það var lítið niður á geimurunnar. Já, í staðinn fyrir að... Kallaða rækjur. Já, rækjur. Prawns. Alveg rétt. Ég skrifaði Truman Show sem er svona... Geggjuð. Já, en þú veist... Sem er svolítið bara næstu í heiminum í dag, fyrst mér. Að einhver leiti. Já, og Semi, hún er svona... Semi ætti ekki að vera á svona lista, þú veist, sem... Jú, hún er sci-fi, en hún er samt Semi ekki sci-fi. Veistu hvað ég tala um? En hún er meira ævintýramynd heldur en sci-fi-mynd. Er það ekki? Ég vil bara kalla það drama fyrir eitthvað ævintýramynd. Já. Finnst þetta að vera ævintýramynd bara eins og... Nei, ég er að meina meira... Back to the Future? Nei. Jú, en þú veist að búin til ykkur heimur og eitthvað svona dót. En er ekki, þú veist, science fiction er ekki annað en að þeir tóku gaur og sett hann í búr, skilur, og byggu til heim. Þetta er leikmynd, skilur. Já. Þetta er ekki gameskip eða... Já, við skoðum að tala um. Þannig að hún er svona, en hún er samt science fiction, af því að þetta er, en er þá ekki sem í allt science fiction sem er ekki, þú veist, er þá ekki bara allar myndir science fiction? Málið er. Ef að Truman Show er science fiction. Ég veist að þú var að leika mér á Instagram og gera eitthvað svona kveikmyndakeppni, myndir keppa sín á milli. Eitthvað svona horrorkeppni, svo þetta velja, hvað er betri, þessi að þessi? Og ég gerum daginn chick flick keppni. Já. Og það var eitt sem sendi mér, að því að myndi sem vann er... Mean Girls. Nei, ég held fyrst að Notebook myndi vinna, eða Bridesmaids. Já, þannig chick flick. Já, en myndi sem vann var There's Something About Mary. Ok. Og þessi mér er alltaf áhugavert, og ég ástæði að setja hann í keppnina. Það er chick flick. Það er sem ég var að segja núna. Ég hefði aldrei sett hann sjálfur beint í keppnina, og ég sett hann sjálfur, en hugmyndin kom frá bara fylgjenda, frá nokkur, að því ég spurði hver er þín uppáhalds chick flick. Þá eru margir sem sögðu There's Something About Mary. Já. Og ég hugsaði mér, ok, ég ætla að leyfa þessu að ég get alveg aðeins leikið með skilgreininguna. Ég meina, ég vildi bara hugsa að þetta væri mynd sem að fjallar að miklu leyti konu eða konur og þú ert með konu á plakatinu, það er konu nafn í titlinum, það er allir skotnir í henni, þetta er ástarsaga, en aðri myndi kannski líta þetta bara sem grínmynd. Ég er alltaf, þetta er bara grínmynd. Já, ég líka frekk. Renni í pungin á sér og hérna, og sen hann að fatla einhverjum með headphone-in og... En er það ekki að segja líka, eins og Bridesmaids, það er líka bara grínmynd. Akkur það meiri chick flick heldur en Mary? Af því það eru fleiri konur í henni. Mér fannst Something About Mary ekki miðuð að konum. Ekki? Nei, var þetta ekki bara... Var hann ekki alveg jafn mikið gauramynd og gellumynd? Ég skemmt með konuglegu Bridesmaids. Er hún eitthvað endilega bara fyrir konur? Mér finnst Notebook góð, skilur. Já, en eins og Notebook til dæmis, er það ekki bara drammynd? Jó. En af hverju er allt í lagi að kalla hana sem chick flick? Af því þetta er ástarsaga? Af því hún hefur verið svona ultimate, þetta hefur alltaf verið, Notebook hefur verið aðal gellumyndin í heiminum. Alltaf. Hún bara hefur verið það, skilur það bara. Já, en af hverju? Það eru kallar í henni. Ég reyndar hef ekki séð hana, en ég veit að það eru kallar. Þú var ekki séð hana? Nei, ég þarf að drífa mig að séð hana. Ég held sko að þú væri búin að sjá allar myndir í heiminum. Það er sem ég segir eftir fólk. Það er stundum ég fengi einhverjum ertu ekki búin að sjá hana? Ertu ekki kvikmyndahómaður? Það er enginn í heiminum búin að sjá allar myndir sem hafa gerðar. Nei, það er ekki hægt. Nei. Ég held að þú væri búin að taka top 200 listan. Hvað, á IMDb? Já, eitthvað slags. Nei. Nei, ok. Já, það er fullt af fólki sem fíla þessi mynd, þá ætla ég að tjekka á henni. Ég held að, sorry. Já, ég er alveg pirraður. Já, hvað pirraður út í það sem ég held. Ég byrst afsökunar, ég byrst forlóts. Nei, ég til dæmis, myndir sem ég sé. Horfuru, þú veist, á sér mynd sem að fær bara ógeðslega lélega dóma, horfur samt á hana. Ég pæli eiginlega ekki dóm. Þú pælir ekki dóm? Mjög lítið. Ok. Ástæðan fyrir því er að ég er fullfærum að dæma sjálfur, hvort mér finnst mynd góð eða ekki. Já. Og það eru aðrir þættir sem spila stærra hlutverk hjá mér. En heldur það hafa samt ekki áhrif að geðveitt mörgum finnst hún leiðileg og gagnrýnendum. Heldur það sé ekki eitthvað sama sem er skeiðar? Meinar það þá upp á gæðin að gera? Já. Oftast, jú. Já. En svo eru sem myndir sem ég sé, fyrir geggjaða dóma og kannski fólk í kringum bara hætti aðeinslega mynd. Svo horf ég á hana
þetta er ræðileg mynd. Mér finnst hún hundleðileg. Já. Að þið smekkum manni misjafn. Upgrade. Ég meina svo þar er þú í minnihlutahóp. Það er rétt. Af því að það eru fleiri, og allir sem kringum mig, flestir, þeir dyrkana. Það sem ég ætlaði að segja með. Þú vil næða að fá mig eitthvað svona ramt. Með Mary. Já. Og því þú veist svona science fiction, þú sagðir, ekki allt science fiction. Bíómyndir, flestar, eru þannig að þú getur sett þar í svo marga flokka. Eins og Alien, það er science fiction mynd, það er líka hryllismynd, svo er ekki sem myndir kalla hana thriller. Já. Þannig að mér veist í rauninni Truman Show, minnst alltaf að setja hana líka í... thriller bara spennumynd? Já. Bara, þú veist, James Bond er thriller. Er það? Ég myndi ekki kalla það thriller, nei. Nei. Ég myndi fyrir að kalla það hasamynd. Já, hasar, en þú veist, en thriller er kannski enska heitið yfir að ekki? Ekki verið hasar? Aksjón. Já, aksjón, já, ég var ekki. Herru, næsta mynd. Árið, hvað er með þetta? Edge of Tomorrow. Já, ég ætla að fíla hann ekki. Þú fíla hann ekki? Nei. Meðan þetta er svo skemmtilegt koncept. Já, ég er bara þóli ekki þetta koncept. Þú þólir það ekki? Mér finnst, þetta er bara endurtekningar. Já. Ég er búin að sjá þetta. Það er ein mynd sem var fín, sem gerði þetta, Groundhog Day. Þú getur ekki búið þessar tvær myndir saman. Grunnkoncept er það sama. Þetta er gæi sem er að Já, upplifa nema þetta sama. ein er hermynd og hinn er Bill Murray mynd. Já, ég veit það, en Bill Murray er bara ágættistak. Skilur við? En þú ert samt alltaf að sjá basically það sama. Já. Mér finnst þetta ekkert spennandi. Nei, ég skilji. Bara eitthvað svona, já, nú vaknar Tom Cruise aftur í flugvélni. Hvað er hann að gera núna? Já, hann gera eitthvað smá öðruvísi. Já, en mér fannst þetta bara svo skemmtilegt, þú veist, já, ég hef gaman að henni, sko. Ég hef ekki séð margar svona myndir, ekki að ég muni eftir. Groundhog Day, hvað meira? Source Code með Jake Gyllenhaal. Það er science fiction mynd. Hann er lest sem springur. Já, og hann er síðan í endanum bara haus eða eitthvað. Já. Spoiler fyrir Source Code. Já, sorry. Æ, þú veist. Það er allir búin að sjá það. Happy Death Day. Hvað mynda það? Það er stelpa sem það er eitthvað morðingi eftir henni. Ég hef ekki séð hana. Nei, það er allt í lagi, en grunnkonceptið finnst mér ekkert svakar skemmtilegt. Nei. Það var komið nýmyndum daginn, Boss Level, sástu hana? Nei. Frank Grillo og Mel Gibson. Nei. Það er það, hann vaknar alltaf. Hann vaknar. Kannski bara jákvæða, ég er bara búin að sjá þessa. Og Groundhog Day. Horfðu á allar og segðu mér síðan ennþá hvort þið finnst koncept Síðan skrifa ég Her. Já, ég hef ekki séð hana. Hún er... Er það ekki líka bara drámynd? Ástamynd? Jú, það geti verið chick flick, sko. Eftir hvernig hún skilur það? Já, kannski maður bara vera sex piece of shit af kallin chick flick, sko. En hún er bara, þetta er bara geðveik mynd, finnst mér. Hún er svo vel skrifið. Samtölin, pælingarnar, allt dæmið. Svona karakterarsköpunin og síðan Phoenix bara fucking góðu leikari. Hann er amazing gaur. Þannig ég mæli mig að horfa á hana. Mér finnst hún svona ef ég set, ég set hann í top 10 með Moon. Bara all time upp á smyndingar. Persónulega, já. En hefur ekki sem prófað að skrifa svona top 10? Nei. Skal segja þér það, ég hef gert það oft. Hægt. Það er miklu erfið en það heldur. Eins og þú segir núna, þetta er top 10. Svo ef þú myndir setjast niður og byrja að skrifa top 10 lista, þú verður bara eitthvað, shit, þessi verður að vera. Og þessi verður að vera. Svo bara komið 20 myndir. En ok. Síðan 2 yfirbót, Mad Max. Já, Fury Road. Já, klikkuð. Er ekki komið fram alltaf? Það er að koma svona spin-off. Spin-off, ekki Tom Hardy? Nei. Og ekki eins og Charlize Theron. Það fjallar þegar karakterinn hennar, Furiosa, er ung. Hún ætlar að fá aðra leikonu. Pyrrandi. Já, ég vil ekki sjá það. Charlize var geggi í Fury Road. Og síðan Jurassic Park er á listanum líka. En er það science fiction mynd eða er það ævintýramynd? Hún er bæði. Veist af hverju? Af því að hún bókstaflega bara, þú veist, það er bara vísindamenn að búa til ævintýraheim, skilur? Já, þannig að ef að vísindamenn er í mynd, er það science fiction? Nei. En þú veist, allt er fiction. Er Star Wars science fiction? Myndur þú kalla það sci-fi mynd? Nei, ég myndi kalla það ævintýramynd. En það er sci-fi, auðvitað. Þetta er bara, þú veist, það er ekki, þetta er bara eins og ætla að fara að flokka, þú veist, rap, hip-hop pop eða eitthvað, þú veist, það er svona það er svo erfitt, skilur, þetta er einhvern veginn krossar yfir svo rosalega margt. En hefur ekki bara hægt að setja allt í kassa? Jú, en við erum að taka fyrir sci-fi þannig að þetta má allt vera hann inni, sko.
Þetta eru flotta myndir, þú ert með góðan smekk. Já. Veit ekki okkur okkur hitt ekki markið. Já, ég veit, ég er, sko, ætla að sé ekki... Ofbeldi. Nei, ætla að sé ekki bara, þú veist, þú kannski sérði hérna yfir þetta dæmi að ég er ekki mikill, sko, svona... Nei. Ég er það ekki. Ég sé það á listanum. Matrix ekki enn til dæmis. Það er skriðið. Ég bæti við. Matrix að vera hana 100%. Okay. Matrix samt, hvað er öðruvísi? Þú veist, ég auðvitað hef ég gaman að fullta einhverjum gömlum 90s gaurar að sprengja eitthvað dót, skilurðu? Löggur að flýja eitthvað þetta með, en í grunninn er ekkit endilega held ég það sem að þú er ókslega gaman á sem slagsmálaatri og sem dót er ekkit endilega það sem ég sækist í. Nei. Ég er svona mest skemmtilega að láta mindfucka mig á eitthvað nátt eða fá að fara inn í eitthvað ævintýra heim heldur en að fá að hjarta fara upp, sko. Ok, þannig í rauninni þú myndir freka alveg geðveitt góða sci-fi mynd heldur en geðveitt góða hasamynd. Já. Og ég segi eitt sem á eftir að stinga til dæmis í hjarta þess. Ég byrjaði að horfa á hérna Marvel myndirnar um daginn og þær er ekki að gera neitt fyrir mig. Bara ekki neitt? Þær eru bara ekki að ná mér. Ég horfði á Iron Man 1 hún var alltaf læg, skilur síðan horfði ég á Avengers 1 og ég var bara af hverju er svona mikið í gangi, skilur það er allt og mikið í gangi í þessari mynd. En kvekti þetta ekkert í svona 10 ára gauta? Ekki neitt? Nei, þú veist, ég væri að ljúga ef ég myndi segja að ég hefði ekki gaman að þessum myndum, þú veist en þær er ekkert eitthvað svona það situr ekkert eftir í mér sem eitthvað svona þetta eitthvað, ég veit það ekki, þú veist ég minnst þetta bara allt í lagi. Það er allt í lagi, það finnst það bara allt í lagi. Og þú veist, og ég er alveg til í að fara svona myndir í bíó en ég veist, ég var að horfa á Iron Man 1 í fyrsta skipti og ég hefði ekki þurft að horfa á hann. Ég geti að fara á YouTube og skrifa bara hérna... Highlights. Já, eitthvað þess. Það er bara trailer. Ég gera oft til að... Nei, hvað skrifa ég? Hérna... Þú veist, þegar maður recap bara, þú veist, recap á mynd. Já. Skilur, ég recapaði fullt af þessum myndum núna áður en ég kom, ef myndi að spyrja mig út í þér. Nei, ég er ekkert að vera að grilla það neitt. Herru, förum aðeins í... Listan. Já, að ég samdi, fólk eru bara að pyrra okkur bara svo lengi. Joke. Ok. 2 klukkutíma og 40 mínútur. Nei. Ekki alveg. Já. Nei, ég trúi því ekki. Ok, ég samdi 10 sci-fi spurningar fyrir því. Ég samdi það sérstaklega fyrir því. Og þetta er svona nördarspurningar. Og þetta er ólíkt, ég hef gert svona spurningar áður, en ég hef aldrei með svona valkosti. Það er ekki oft. Ég sagði þér og þyrstir að gera valkosti. Já, en svo fyrir að hugsa, það er kannski bara skemmtilega. Ok, ef við byrja á þessu. Ertu við þetta bara annað í símanum tilbúið? Og ég teka fram aftur, þegar ég lesi þessar spurningar, þá hefur þú haldið að ég væri ekki eitthvað sci-fi gaur, sko. Þannig að við förum við það. Okay. Ég held bara svona miðað við hvernig þú ert. Já. Ef þú er gana að pæla í hlutum og svona, þá held ég bara, ok, sci-fi hlýtur að vera eitthvað svona stert hjá hann. Af því að sci-fi er ofta að tækla alls konar stórar hugmyndir. Ok, nummer 1. Og ekki svara finn ég búin að gefa alla valkostum. Ok. Þetta er ekki hraðaspurning. Nei. Í hvaða sci-fi heimi getur þú hugsað að búa í? Og þú fyrst að velja annarkvort Star Wars heiminum, Transformers, Star Trek eða Avatar. Ég valdi Avatar. Af hverju valdur Avatar? Af því mér finnst það bara eitthvað, þú veist, mér langar bara í eitthvað glóandi ávöxt, skilur við. Mér langar bara að vera á einhverjum flugeðlum og einhverju dóti, skilur við. Og hérna... Viltu það frekar en geislasverð? Já, ég segja þér annað sem að stingur í hérna kvikmyndanördan. Star Wars hefur aldrei gert neitt fyrir mig. Bara ekki neitt, ekki eins og sem barn. Ég bara hafði aldrei gaman á Star Wars. Þá er ég spenntur að heyra spurningu 2 eða svara í spurningu. Ég veit svar. Já, ok. En þú veist, Star Wars, ég er ekkit eitthvað heldur eitthvað, það eru löðilar. Ég bara, þú veist, ég datt aldrei inn í rytman. Pabbi minn horfði aldrei á Star Wars. Og, þú veist, mamma ekki heldur. Þannig að var engin svona, þú veist, ég er elstur. Já. Það var engin að sína þetta. Nei, það var engin að sína með Star Wars og, þú veist, frændi minn sem var svona fyrirmyndin mín þegar ég var lítill, hann var bara, þú veist, hjólabraut og snjóbrautagur, ekkert spá í svona dóti og orðin aðeins hann er 15 árum eldri en ég, sko. Þannig að ég fekk aldrei Star Wars uppeldið, sko. Nei, ég meina,
En þú veist, eins og Turtles, skilur við. Það var ekki bíómyndir þá, en það var svona dót sem Þú elskar það? Alveg gjössa, það fucking dýrka það, sko. Ok. Pasta, já, hvað er það? Spurning nummer 2. Ég hló mikið því að ég var að gera þessa spurninga, því ég hugsaði mér, MC Gauti, hann er rappar, hann er með swag, og hann var að svara einhver kjaftaði spurningu. Var með swag. Var með swag. Ok, nummer 2. Hvaða Star Wars karakter væri þú helst til að vera? Og það er þá annarkvort Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo eða Chewbacca. Ég skrifaði sko Luke Skywalker af því mér finnst það bara nettastur. Viltu vera góðu gæðin? Já, ég vil það sko. Þú myndir ekki alveg með hjálm allan daginn, eins og þú veitir. Nei, ég vil bara sko, til dæmis núna veit ég ekki, deyr Luke Skywalker. Það er alltaf búið að gera heldur marga myndir. Já, deyr hann í einhverjum maður. Já. Já, ok. Er einhverjum sem deyr ekki? Já. Chewbacca. Já, ok. En þá þarf það að vera líka bara eiginlega Loðin, ég vil gera hund. Þetta er basically bara Ég vildi vera Luke Skywalker því það bara hann er svona, það er bara Skywalking, skilja, búið að nota ég get mikið að rappi líka. I'm Luke Skywalking on these haters. Wow, er einlega. Já, þú vilt ekki vera hundur. Nei, bara alls ekki, og ekki heldur eitthvað brendur gaur í hjálm. En Han Solo, hann er með swag, hann er cool, hann er smiglari. Það er hann sem fór þetta. Já, leikir hann, byssu. Hann var alveg nettur. Var hann ekki í einn af 9 myndunum líka? Jú. Já. En, spoiler alert, fyrir Force Awakens, allir búin að sjá hann. Hann deyr þar. Hann deyr þar. Ég bara, hvað er það margar Star Wars myndir? Það er... Ég ætla að giska að séu 8 officialt. Nei. Fleiri. Það er fleiri. Svona... Það komu fyrst þessar 3. Fyrst 3. Sem var þá 4, 5, 6. Já. Síðan kom 1, 2, 3. Og síðan komu 3 aukamyndir. Svo kom 7, 8, já, við ætlum að fara eftir í réttir röðu. Já, svona bara, þú veist, tímalega séð bara, já. Þeir gáðu út Force Awakens, ég man ekki alveg hvað röðu komu. Force Awakens, sem var henni episode 7. Já. Já, episode 7. Svo kom Rogue One, sem var svona auka, spin-off mynd. Svo Last Jedi, það var episode 8. Svo Solo, ég held þetta sé þess að Fokk, hvað eru margar myndir? Svo Solo. Er það alltaf góður að? Nei, ok. Nei. Solo, og svo kom episode 9. Heldur sé bara þessar. Svo er Mandalorian, sjónvarsserien, hún reyndar heldur góð á Disney Plus. Já, eitt að einmaður. Ok, þú vilt vera Luke Skywalker? Já. Ok, spurning nummer 3. Ef þú getur valið að gera, ég held ég veit svarið þessu, en ekki samt, ok, ef þú getur valið að gera eitt af þessu, hvað myndir þú velja? Númer 1. Að keyra DeLorean bílinn úr Back to the Future, að fá að veiða með Predator-gemunni úr Predator, að fá að eyða heilum sólarhring í Jurassic Park, eða berjast við geimverur með Will Smith og Independence Day. Hvað heldur þú hefur sagt? Sko, ég held, að þú er svolítið klikkaður, ég held að þú hafi viljað veiða með Predator. Ég hef ekki séð Predator. Ok, þannig að þú vissir hérna ekkert hvað ég var að spyrja. Ég veit bara hvernig hann lítur út. Jú, ég veit. Sko, máli er, Predator er svona mynd. Sem ég gæði. Já, en ok. Það hasast. Já, en það er svona mynd sem ég bara hef vitað allt mitt líf, en bara aldrei séð hana. Ég veit nákvæmlega hvernig skrimsli lítur út, ég veit að Schwarzenegger í henni, skilur. Langar ekki til sjóna? Jú, mér langar til sjóna. Já, ok. En myndi ég hafa gaman að því að sjá hana í dag? Þetta er geðveikt mynd. Já. Þú veist, að þú horfir á hana og fari nostalgíu tilfinningu. Já, en ég ætla að segja af hverju ég held að hafa gaman hana enn þann dag. Það er þessi mynd, hún eldist furðu vel. Ástæðan fyrir því, hún gerist öll í frumskói. Ok. Og frumskói í dag er alveg svona var 87. Þannig að umhverfið sem slíkt eldist ekki illa. Nei. Tónlistin er þá heldur töff. Þeir allir klæddi bara, þetta er bara hermann í unit. Og hermann að fötin, kannski aðeins öðruvísi í dag. En þú skilur, þetta er ekkert eitthvað svona tíska. En þú veist skrimsli? Það er geðvikt. Þetta er eitt flottasta skrimsli ever í bíómyndum. Og hönnun af því heldur sér svakal vel. Hún er spennandi, sko. Ok. Mér veist hún geðveik. Er hún fyndin? Já, að þetta er svo mikið macho mynd. Já. Þetta er alltaf bara ultimate testosterone mynd. Já, ok. Ég skrifaði farið Jurassic Park, sko. Ok. Ég skrifaði því það var fáa myndir haft mikil áhrif á mig.
Ég bara, þú veist, ég fekk bara delluna, ég er alltaf 4 ára þegar Jurassic Park kemur út og þú veist, þannig ég sé hann örugglega 5-6 ára eða eitthvað fyrst og getur ímyndað þér, skilur risaðilur, bara hvað það gerir mikið fyrir mann, sko. Ég sá hann hjá 10 ára, þannig að ég sá hann í bíó með svona mind-blowing. Já, ég horfði á hann 100% ekki bíó, þú veist, það hefur verið bara hræðilega ákvörðun foreldra minna að fara með hann í bíó. Já, hún alveg, já. En síðan náttúrulega ég komið með aldur, þú veist, þegar 2 og 3 koma. Og 2 í minningunum var góð en 3 hræðileg. Mér finnst 2 allt í lagi. Hvað heitir leikarinn í 2? Jeff Goldblum. Já. Hann var líka 1. Já, en hann var meira. Hann var aðaldur ekki í 2. Já. Og síðan fannst mér samt nýja Jurassic Park geggjuð. Þú það djóka. Nei, mér finnst það góð. Núna langar maður að slaka þættinum. En það? Hattar hana? Já. Hverju? Þetta svo heimska myndir. Hvor ertu að tala um? Það góð 2 nýjar. Fyrri myndin. Með risan sem var ósynlega. Þetta var hana. Ha? Var ósynlega? Hún var svona camouflage. Þegar hann þarna... Chris Pratt. Já, þegar hann að þjálfa þarna fyrir ár. Þið fannst það cool þegar hann með eitthvað svona raptor sem var svona hundar. Mér finnst það ekki cool, mér finnst það bara, þetta nostalgía, skilur, eitthvað búið að opna Jurassic Park aftur, skilur. Mér fannst það... Og skal gaman að heyra þetta lag. Já, Gauti, lagi ekki að eitt. They do move and hurts. En myndin fucking heimsk. Það eitthvað svona risa, og líka þeir ekki lengur með T-Rex, þeir með extra T-Rex, sem byggur til, eitthvað svona hybrid úr nokkrum eðlum. Og þetta sem að menn myndu gera í dag, sko. Hún varð ósynleg. Nei, hún var ekkert ósynleg. Hún var með svona camouflage, þannig sá hann ekki. Ég man ekki eftir því, en það heimst. Mér fannst ég verða heimskara ef ekki. Og ég komið 2. Svo gáður út, sem reynda vel við hæfi í dag og þú ætti að tjekka hann í dag. Ekki eftir nummer 2. Af því hún heitir Fallen Kingdom, Jurassic World, Fallen Kingdom, og þá eldgos á eyjunni. Þeir þurfa að bjarga eðlarum á hana eldgos sem drefur þar. Alveg rétt! Það glötu mynd. Fyndið, ok. Herri, já, ok, haldt áfram að bíómynd að seima við hérna. Bíómynd að seima. Ok. Ég elskar mér að koma á spurningu 4 hérna, sko. Ok, spurning 4. Já. Jú, hvað myndir hræða þig mest? Að vera fasturinn í fataskáp með facehugger geimurinn og alien, það þessi, já. Eða að vera fasturinn í geimskipinu úr Event Horizon, að þurfa að berjast út Darth Vader með geislasveri sem þú bjóst til, eða vera skilin eftir á Mars eins og Matt Damon í The Martian. Sko, nú með sé getum við bara tekið út. Að því Star Wars einhvern veginn finnst... Drasl. Nei, mér finnst það bara ekki, þú veist, það er ekki scary, skilur þú. Það er ekkert scary, eitthvað... Þetta ekkert scary, það er eitthvað sverðabarda og þú verður með eitthvað umöld sverð sem þú hefur reynd að búið til sjálfur. Mér finnst það, ég væri bara hvað að gerast, skilur þú. En ef ég væri skilin eftir á Mars, þá myndi ég bara strax opna klukka, skilur þú. Ég væri svo hræddur, sko. Ég bara tilhugsun við að vera einn einhvers staðar á Mars, bara fokka mér upp. En sko ég veit ekki, ég hef ekki séð Event Horizon, en ég googlaði hana og þá fekk ég upp hana Hellraiser. Helst það eitthvað hendur? Já, hún þess leg. Er þetta ekki sami heimur eða eitthvað? Nei, þetta er ekki sami heimur. Þetta fjallar svolítið mikið helvíti og svona keðjur og króka. Event Horizon myndin þar sem þeir fara inn í helvíti í gegnum geiminn? Já. Þetta er góð mynda? Geðveikmynd. Það er svo cool pæling. En hún ógeðsleg, þetta basically bara draugaskip. Já, hún viðbjóður, já. Já, hún alveg... Númer 1 og 2, ég var ekki til það. Þú var ekki til það? Nei, það fokka mig mest upp eitthvað helviti í geimnum og eitthvað geimvera sem að penetrata mig í munnin, sko. Já. Það er ræðilegt, sko. Þetta er það verst? Já, Alien-dótið, sko. En eitt með Mars-dótið. Vissið þú þegar The Martian kom út? Góð mynd. Sammála. Geggjumynd. Já. Að það voru margir, ég held að það eru sérstaklega í Bandaríkjunum, sem held að vera byggð á sannri sögu. Það var byggð á sannri sögu? Ég las það. Shit, hvað fólk ógeðslega heimst, sko. Þá heldur að við verðum búin að fara til Mars og það hefur verið skilin eftir það. Já, og hann væri bara þar. Hann væri bara þar. Ok, nummer 5.
Þannig eitthvað kúka, búið til kartöflur og eitthvað. Þetta er geðveik mynd. Já, hún er góð. Að hún er byggð á bók, en hún er ekki byggð á sannu sögu. Nei. Ok, nummer 5. Þannig ég veit svarið þessu. Já, ég ætla að fá að giska. Hvað af þessu finnst þér líklegast að þú gæti gert? Flogið gameskipinu USS Enterprise úr Star Trek, masterað hoverboardið úr Back to the Future, farið aftur í tíman og drepi John Connor í Terminator 2, eða þýtt tungumál geimverana í Arrival. Hoverboardið vantanlega. Já, hoverboardið, sko. Veistu, af hverju ég meg ekki Star Trek? Af hverju ekki? Af því ég hef aldrei getað gert þetta. Getur ekki gert Vulkan kveðina? Nei, ekki þú heldur síðan mér. Jú, herðu. Nei, það getur það ekki. Jú, ég geta. Má halda fyrst. Nei, það má ekki halda fyrst, það geta allir haldið fyrst. Segðu, ok. Ertu að Vulkan sé með Já, ég er að Vulkan sé með Star Trek. Ég gati þetta einu sinni, ég get svarað. Ok, ég get ekki. Nei. Ok, Þetta er erfitt. kjaftaði. Herðu, þú mútti vilja mastera hoverboardið. Já. Hversu cool er þetta hoverboard? Fokk, ég er að búa með eitt póka. Er það ekki hræðilegt eða? Það pop smelli. Já. Þetta er bara svo gott. Þetta er mjög gott. Já, hann er að búa bókin. Já. Og svo er ég með svona pipaduft á puttunum. Búin að sleikja puttunum. Herru, ok. Já, hoverboardið. Hver vildi ekki eignast þetta hoverboard? Þetta geggja hoverboard. Ok. Ég sé Tony Hawk á svona hoverboardi. Þú veist, það var búið til, sko, segull og segull. Já, það er ekki það Nei, en þú veist, það er samtalið. Já, ég er ekki að segja að ég geti búið svo til. Ok, nummer 6. Hvaða sci-fi karakter myndið þú vilja hafa með þér í liði ef þú verður á leið í stríð við geimverur? Neo úr Matrix, T-1000 úr Terminator 2, Darth Maul úr Star Wars myndinni, sérst The Phantom Menace. Ég sé hana. Eða Predator gefur nú Predator. Sko, ég veit ekki hvers megnuður Predator er. Hann er mjög öflugur. Já. Darth Maul finnst mér algjörauðli. Ha? Já. Með double-sided lightsaber og... Já, bara drepina þegar hún var sparka í hólu. Ég man ekki eftir þessu atriði. Hann deyr bara þegar hann er sparka í hólu. Deyr hann. Hann er þetta tekin í tvent. Hann tekin í tvent. Já, ok. Hann dó ekkert af því að það er ekki Star Wars, það er ekki blóðið Star Wars. Nei. Ömulegt. Nei, af því, það makes alveg sense. Þetta er eitthvað PG-13 dæmi. Nei, líka, að þú ert með þetta er komið sem ekki kjaftaði spjall. Ok, að þú ert með geislasverð. Og það brennur bara fyrir. Ok. En það make alveg sense. Ok, makes ekki sense. Já, góð afsökun allavega. Ok, Darth Maul er auli, þekkir ekki Predator. Það var tveir eftir. Já, Neo, hann er bara svo svalur. Myndirðu velja hann? Já. En þetta var pínu trikkspurning. Af því að hann gæti ekki... Ekki alveg? Nei, það var ræðir, það var bara gaur. Þá var hann meiri auli. Nei, þá myndi ég taka T-1000. Já. Af því að hann er bara, þú veist, er ekki neitt. Hann er fljótandi málmur. Já, ég sé það. Ég tek hann með mér. Sko, í Terminator, var þetta á Terminator 2, deyr hann þannig að hann bara brættur. Já. En þú veist... Það er svo ógislega heitt. Já, en getur hann ekki lifnað þá aftur við ef að það, þú veist... Nei, hann getur ekki samin að sjálfa sig aftur, skilur. Nei. Of heitt, hann helst bara alltaf í fljótandi formi. Ég veit ekki vístur hann baka þetta. Nei. Ég hugsaði bara ef það myndi slökna einhvern tímann á þessum opnið hana. Það var bara dun. Já. Nei, hann lítur á list, málmur lítur á list einhvern veginn. Það er nördalegsta spjöld sem ég átt. Það er mjög gott. Ok, 10.000, þú múið velja hann. Já. Ok, þetta er gott pick. Númer 7. Hvaða vélmenni heldur þú að gæti verið gott að eiga? Og ég svo fyrir mig geta að hjálpa til við heimilisturinn allt. Já. C-3PO og Star Wars, þú veist kannski hvað það er. Ég veit hvað það er. Það er gullvélmenni. Já. Optimus Prime og Transformers. Já, ekki gott að eiga hann heima. En hann getur verið utan hér. Já. Getur bara átt stóran trökk. Wall-E og Wall-E teiknumyndinni. Eða Eva úr Ex Machina. Sástu hann ekki sér? Ex Machina. Er það ekki Ex Machina? Nei. Ok. Ég hef ekki séð hana. Er það góð mynd? Það er geggjumynd. Já, þú hefur... Ég ætla að fá með vatn og síma. Já, ok. Þetta. Stillar henni upp. Já, hún er fín. Margir dýrkuð hana. Já. Ég sko...
ég er nýbúin að kaupa með Rixo-robot. Myndur þú freka vilja það heldur Optimus Prime? Já, ég væri, sko, Rixo-robot, það shout out á Me Iceland, af því að ég alveg tala, það er ekkert sem ég hef keypt sem er jafn nett. Það? Ég fyrir út á mótna, þetta er eins og að eiga lítinn þræl. Ég er bara taktu til, nema þú mátt ekki fara inn í svefnherbergi í dag. Ég er bara að blokka það. Gæði þetta út, sko. Þannig ég segi ekkert af þessu og bara Rixo-robot. Já. Ég var Rixo-robot líka. Já, finnst það ekki snill? Ég held að sé eitthvað að mínum. Það er ekki tala um að það sé gallaður. Ég held að minn sé bara svolítið vitlaus. Þeir eru örugglega misgáfaðir. Já, bátið. Þeir eru misdýrir. Já, minn var dýr. Já, þú getur alveg farið, ég held í 200 skrónar robot. Ég held minn að vera á 120 skall. Já, minn kostaði 30 skall. Já, þessi gaur, ég kalla hann Lalla Letisu. Með nafn. Já, sko, kona mín sendi mér SMS að gera, hún sagði bara, þegar að setja Lalla í gang. Og finnst þetta að vera bara geggjað? Ég fer bara út og ég kem heim og það er bara skúra. Hann skúrar líka. Nei. Já. Létt skúrar. Já, svona 40% skúrar, skilur. Þetta er ekki, þú veist, ef það er að koma jól, þá skúra ég, skilur. Ok, þú gerir einu svona ári, sjálfur. Ég er svona eins og viku, kannski. Átt ekki vel á Rixu? Jú, þetta. Já, ok, þú áttast vel á Rixu. Já. Svo nota hann líka, skilur. Já. Þetta er svo næs, bara ég, börnin mín, skilur, er búin að mylja keks út allt og eitthvað svona, og eru algjör viðbjöður þessar börniru. Og ég fer út og ég bara set Lalla Letisu í gang og hann bara straujar íbúðuna. Síðan kem ég heim að bara Rixo, þá get ég, Gert eitthvað hana? Já. Þetta er ef 3 börn, þá finnst mér þetta að vera bara eins og að eiga uppáttuvel, skilur, þetta er bara semi-crucial dot, sko. Ég veit að þetta er dýrst, en hversu mikil tími fer í að vera alltaf Rixo? Ángríns. Og ég verð að segja það, þetta er geðveik auglýsing fyrir þetta fyrirtæki, að því að þú vilt frekar hana robot. Já. Heldur en C-3PO, sem kann öll tungumál í heiminum. Já. Optimus Prime. Og ég er ekki svona spons, bara, ættum við að taka þetta út, sko. Optimus Prime, vélmenni, svo getur talað við, getur breytt sér bíl. Ég get talað við Lalla. Hann tala ekki móti. Nei, hann pípir bara. Nei, veistu hvað Lalla gerir? Ég kveiki á hann og hann segir eitthvað svona leaving station. Já. Síðan hann getur talað kínversku og spænsku og eitthvað svona, alls svona, hann er nettur. Þannig að ég ætti að vera með að því ég er með ABCD, og ætti að vera Lalli. Frá Me Iceland. Lalli Rixo-robot. Ok, númer 8. Hvaða plánetu væri þú mest til að heimsækja? Krypton úr Superman, Cybertron úr Transformers, Pandora úr Avatar, eða Tatooine úr Star Wars, væntanlega Pandora. Já, ég skrifa Pandora. Aftur, sama. Ég man ekki hvað Það var léleg spurning. Fyrsta spurningin var, í hvað geðum við verið til að búi. Þannig að, svarið, þetta er sama svar, sko. Það er til þess að fá ávextina. Ok. Glowing ávextina. Þér fannst það mest spennandi við Avatar? Já. Ávexti sem eru skemmtilega lögum. Það ekki það? Ég menn það er bara góðast það. Ok, númer 9. Okay. Hvaða sci-fi titill finnst þér vera svalastur? Og ég drega skýrt fram. Það skiptir einhver máli gæðimyndarinnar. Bara titillin sjálfur. Hversu töff finnst það að vera? Ex Machina, Blade Runner, The Terminator eða Robocop? Blade Runner. Já, þetta er svalastur titill ever. Já. Ógeðslega cool dot, sko. Þetta er bara, nafnið er perfekt. Blade Runner, þetta er svo geðveikur titill. Já, þannig að ég veit líka, þú veist, Blade, sem er líka geggjumynd, sá titill er inn í titlinum. Ég er samt persónulega hrifnar af Blade heldur en Blade Runner. Ég hef ekki séð Blade Runner. Hún er ekkert síðanlega. Ekki? Mér finnst það ekki. En nýja. Verri. Er ekki Ryan Gosling? Ég menn, þetta er alveg flotta myndir. Já. Ég bara einhvern veginn, ég var aldrei tengt við þær. Nei. Ekki heldur svo nýjum. Hún er ógeðslega flott, myndataka, flott tónlist. Ég byrja á henni, man ekki að hverju hætti. Af því hún er leðileg? Já, örgulega. Það er bara þetta henni. Ég held það sé málið. Ok, klárum við það. Númer 10. Í hvaða sci-fi heimi getur þú alls ekki hugsað að búi? Alien heiminum, Mad Max heiminum, Terminator heiminum, eða Planet of the Apes heiminum? Sko. En þú veist að þegar ég vinn þættina, því ég vinn þættina mínu sjálfur, þú veist ég horfa á það og hlusta á það, þannig ég get alltaf að lækka í mæknum þínu. Já, ok, fair enough. Þannig að þú getur ekki eðalagt neitt. Sko,
Númer D er náttúrulega bara grín að það sé eðan inni. Af hverju? Af því það er bara næs með allt hitt. Að vera í Planet of the Apes, heiminn? Já, það er næs með við hitt. En þeir eru að elta humans. Á hvað stíi? Er þetta í fyrstu myndinni? Þetta í fyrstu gömlu með Charlton Fyrstu gömlu, þetta ekki í fyrstu 9, þar sem að þeir eru ennþá á. Nei, þannig að þú ætlar að lifa í þessum heimi, þá eru bara apar í kringu þig og þú ert bara í einhverju búri. Ok. Það er ekki spennandi. Það er ekkert spes. En í fyrstu 9 myndinni, þegar aparnir eru ennþá í búri, ég væri til að búi í þeim heimi. Það er bara okkar heimi. Já. Ok. Hvað vildur alls ekki að búi? Og Terminator, er þetta Terminator hana verri heimurinn eða okkar heimur? Er þetta eftir stríð? Þetta er eftir stríð. Já, alls ekki það. Og Alien heimurinn, náttúrulega hef ekki séð Alien, sko. Ég hef ekki séð Predator, ég hef ekki séð Alien. Ég þarf að sjá Alien, allavega. En ég ætla ekki að bíó séð með það núna. Nei, ekki bíó séð með. En Mad Max hef ég séð, Terminator og Planet of the Apes, bæði gamla og nýju, sko. Okay. Þannig að ég held að Mad Max heimurinn væri það sem ég væri alls ekki til að búi. Búi ykkur eyðimörk. Já, og það er bara, ég vil ekki búi í sama heim á þessu gaur þarna. Vondikallinn. Já, ógeðslega vondikall. Einhver að það eru allir eitthvað svo ógeðslegir í Mad Max, nema bara okkar maður, sko, Tom Hardy. Og líka Charlize, hún er ekkert ógeðsleg. Já, konunnar, þær eru næst líka. Það eru ambottinnar, og það er ekki svona ambottir. Jú, þær eru kynlífsþrælar, sem sagt. Vondagæðis. Þarna feita, ógeðslega, mother's milk náðans. Er þetta ekki talað með Morton Joe með hennar geggjuðu grímuna? Jú, hann er ógeðslega cool vonduköll. Hann er mikill vondur kall. Og þetta er ógeðslega, djöfull er það cool mynd, mikið í gangi og... En það er svo einföld. Ef þú pælir því, hún fjallar bara fólk sem fer frá A til B og svo fór B til A. Já. En það er svo cool við hana, hún er íkt á svo flottan hátt, bara eins og þú veist, gaurinn að spila ramaskítar og eitthvað svona. Er það í gömlu myndunum líka? Það sem þið síðan í ságömlu... Er það ekki Mel Gibson mynd? Jú, þeir gáðu 3 þannig. Já. 4 róturinn í 4. myndin. En málur, ég var aldrei mikill Mad Max maður. Það fannst ekkert spesmyndir. Það eldast ekki vel. Nei. En 4 rót er geðveik. Það er einn besta mynd sem ég séð síðustu 10 ára. Ætti hún ekki bara að fá að standa, þú veist? Standa? Bara ekki gera fleiri, skilur þú? Jú, þú toppar ekkert þessa mynd. Nei. En þetta er alveg pjúra hasarmynd líka. Já, hún er... Rjálar hasar. Já, öðruvísi samt, skilur þú? Þetta er alltaf bílahasar. Já. Það er öðru seldur en slagsmála. Þetta er mikil bílamynd, en samt líka frumleg. Já. Frumlega vondikallar, allt eitthvað neginn. Spennandi. Býtu, af hverju er ég að muna... Það er bara ein, eru 2? Nei, bara ein. Það er bara ein svona ný. Já. Hinar eru allar 30-40 ára gamlar eða eitthvað. Já. Það er bara ein ný. Ég er bara að slá saman úr sömu myndinni, skilur 3 píur sem eru að flotta og, já. Það voru ekki, já. Voru ekki 3? Voru 4 af 5. 4 af 5. Það er Charlize og svo hinar. Voru ekki 4? Ég maður ekki. Skipt gætlamáli. Geðveikmynd. Já. Þú myndir ekki alveg búið í þeim heim. Nei, ræðilegt. Post-apocalyptic, eitthvað eyðimörk og... Ræðilegt dót, sko. Já. Og allt svona, ég verði ekki búið á neina þessu dóti, sko. Nei, en það er spurningin. Ertu búin að horfa á Love, Death Robots, stutt þettina? Ég fíla það. Já, mikið, bara með betri þáttu sem ég séð. En ég er ekkert mikið hrifin af svona stuttdóti. Með sammála. Ég var bókstaflega að tala um þetta manneski í gær, ég hata stuttmyndir, það er enga stuttmyndir sem ég fíla, sem myndi eftir þessu og ég hugsaði, ég fíla stuttmynd. Þú þurftur að geta dónið þig? Ég þurfti að geta dónið mér bara í sömu setningu, en það er einn heimur í því dóti sem er ógeðslega skeri. Það er geimskipið. Já. Það sem gaurinn er einn fastur í geimskipi og honum er varpað einmitt eins og hann sé annar staðar. Hann er svona fastur það ekki eitthvað. Jú, heilin á hann segir að sé bara allt í góðu og hann siti með gömlu ástinni sinni og okkur dæmi sem kemur ljós í endan þegar hann fattar að þetta er ekki alvöru og hann fattar að hann er bara inn í einhverju ógeðs helvíti og það er bara eitthvað Er hann ekki fastur? Var það ekki eitthvað svona geimvera sem var að stjórna honum eitthvað? Jú, sem var með hann fyrst búið að tengja hausinu á honum og okkur. Það var tvisti í þættinum? Já. Í þessar stundum? Ógeð, sko. Mér finnst ekki gaman að sjá að mismundi teiknstíla.
Já, þessi þetta lúkaði svona nei, þetta ekki allt ég myndi gott að þetta hafi verið svona 70% gott og með fleiri sögur skemmtilegar svona, það voru svona 2-3 sem að það var þarna alveg mega mikið bara svona childish robot dæmi, eitthvað sem að gera ekki neitt fyrir mig alltaf fyrsta myndin gerir bara hún svona cool já, hún góð, ég er að segja, hún ótrúlega cool hún setur svo mikið tónum fyrir restin líka já, en mér finnst hún alveg mér finnst það, ef ég ætti að velja topp 2-3 sögur, fyrsta kemst þar sko. Já, 100% af því hún líka, hún var svo ógeðslega grafík og brútal og hún nær manni eins og fyrsti þátturinn af Black Mirror nær manni í bara restina mannstu þeim þetta er það ekki með fórsættisræða? Já, hann er geðugur það er geðugur þáttur en þá ætlum ég að spyrja þig í lokin já, þið verðum búin að vera 3 tíma já, einmitt þetta er búin að sjúklega gaman að þér finnst það greinlega ekki skemmtilegt, þú sagðir ekki neitt ég hata þetta ég væri nú farin ég myndi hata þetta sko myndir bara lappa út já í lokin, við höfum að tala um sci-fi það er búin svona aðal þými í þessum þætti já sástu þætti sem þetta Devs já míniserja 8 þættir minnum öruglega, frekar 6 ein saga bara, svo er þetta bara búið mæli sterklega með þessu gott ótt mér finnst það bara masterpiece og það er mjög fáið búin að sjá það já, hvað er þetta? ég sá þetta á Hulu já en þú getur kannski fundið þetta með ég downloadi þessu bara ég er blatant með ólulegum aðfærum ég er bara bara í dót sem var á stöð 2 í gær sko, bara brútal sko bara stela efni sko ég mæli með þessu fyrir þig að þú hefur alveg gaman að laga eitthvað svona thought-provoking sci-fi fyrir kannski eitthvað svona action og það eru mjög skemmtilega pælingar í gangi að það mæli með þeim, Devs ég tjekka það þetta er loka orðin ég er eitthvað borðað ég var þetta á síðasta þú búið með Pep segð mér að þú hafa borðað mikið þessu líka ég fekk 3 móla það? þú stútaði pókan kláraði póka, hvað er það? 7000 kaloríur þetta er kvóti í þettinum MC Gauti kláraði heilan popsmell póka ég trúi þess að getur 150 grömm þetta er svo bara steik nema bara af pipar slúttum þessu, takk hjá að vera að koma, þetta var geggja takk, bæ